Iðnaðar- og viðskiptaráðherra, kæru gestir, velkomin á haustfund Landsvirkjunar 2013. Bæði þið sem eru hér í þessum sal og eins þið sem eru að horfa á beina útsendingu okkar á landsvirkjun.is. Ég heiti Magnús Þór Gylfason og yfirmaður samskiptasviðs Landsvirkjunar og mun stýra fundinum. Áður en að lengra haldið rétt að minna á það að Landsvirkjun öryggisvottað fyrirtæki og þess vegna ber mér að þegar við erum efna til svona samkoma að benda á útgönguleiðir ef hér skildi skapast hættu ástand. Þær eru hér í nánast hverju horni þessa salar, 2 dyr fyrir aftan ykkur, 2 hér á hliðunum og síðan einni hérna fyrir aftan mig sikkurum með við sviðið. Þetta 4. haustfundur Landsvirkjunar sem að við efnum til frá árinu 2010 til viðbótar við opna ársfundi sem við höfum haldið árlega í tengslum við aðalfund fyrirtækisins að vori. Þeir hafa allavega verið mjög vel sóttir. Þetta viðleitni okkar til þess að kynna betur starfsemi Landsvirkjunar og það sem við erum að gera fyrir eigandanum, fyrir íslensku þjóðinni og hagsmunaaðilum okkar og standa og reyna stuðla að aukinni betri samstöðu og skilninga á starfsemi fyrirtækisins. Á þessum fundi spurt hver framtíð íslenskrar orku. Dagskráin þannig að Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra mun flytja ávarp og opna fundinn. Þegar hún hefur lokið máli sínu, þá mun Hörður Arnarsson forstjóri, Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri og Björgvin Skúli Sigurðsson framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs taka til máls og flytja erindi frá Landsvirkjun sem við köllum tækifæri Landsvirkjunar í breyttu umhverfi. Þegar þau hafa lokið máli sínu, þá verða umræður og spurningar og svör. Við höfum fengið Gísla Martin Baldursson, dagskrárgerðarmann, til að stýra þeim. Við ætlum að reyna að öfugt við fyrri fundi sem að mörg ykkur hafa setið, þá ætlum við að reyna að gefa meiri tíma fyrir umræður og spurningar. Þannig að Gísli Martin mun stýra þeim hér á eftir. Hann mun lýsa því fyrirkomulega nánar, en einnig ber að geta þess að þegar fundurinn sendur út á landsvirkjun.is, það eru margir sem fylgjast með honum þar og þeir sem þar eru geta líka tekið þátt í umræðunum. Við erum að tísta af fundinum, fréttir og skilaboð á Twitter og menn geta það slegið inn kassa 11 haustfundur og komið þannig á framfæri spurningum sem að Gísli fylgist með og reynir þá að koma hér til þeirra sem að standa fyrir svörum á eftir. En ég held við hefjum þá fundin og ég bið Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra að taka til máls. Ágætu fundamenn, svona eftir að Magnús Þór fór yfir öryggisatriðin og búið að dubba okkur ræðumennina hérna með svona voða hipp og cool flugstjórnartæki, þá líður mér bara eins og ég ætti að fara að segja coffee, tea or me, að við séum bara farin að fara í einhverja góða flugferð. En þessi fundur kannski, það hægt að líka honum við flugferð. Hér erum við að fara að ræða mjög mikilvægt mál, framtíð íslenskrar orku. Það gerast ekki stærri spurningarnar og þau gerast varla merkilegri og mikilvægari málefnin. Skynsamleg nýting orkuauðlinda, hvort sem í jarðvarma eða vatnsafli, býður okkur sem þjóð upp á gríðarlega möguleika og þar gegnir Landsvirkjun að sjálfsögðu stóru og lykilhlutverki í íslensku samfélagi. Fyrirtækinu var falið við stofnun þess árið 1965 að framfylgja þeirri stefnu eiganda sinna að nýta orkuauðlindir landsins til atvinnuuppbyggingar og aukins hagvaxtar. Eins og segir á heimasíðu Landsvirkjunar, Landsvirkjun hefur síðan 1965 lagt áherslu á uppbyggingu langtíma viðskiptasambanda og boðið viðskiptavinum sínum verðmætaskapandi orkulausnir með það að markmiði að tryggja samkeppnishæfni þeirra og auðvelda stækkun fyrirtækja á gagnkvæmt verðmætaskapandi forsendum. Landsvirkjun var stofnuð til að byggja og reka raforkuver til að framleiða raforku til orkufreks iðnaðar og fyrir almenna markað á hagkvæmu verði. Frá stofnun hefur þessu hlutverki verið vel sinnt og við sjáum afrakstur þess í frábærum orkuvirkjum sem byggð hafa verið upp víða land, í öflugum iðnfyrirtækjum sem skapa þúsundir starfa beint og óbeint og afla okkur mikilvægra útflutningstekna,
Það má ekki gleyma því að þessi uppbygging fyrirtækisins hefur lagt grunninn að hagkvæmu raforkuverði fyrir almenning og atvinnulíf. Þetta lykilhlutverk fyrirtækisins síst mikilvægara nú en áður. Það stefna ríkisstjórnarinnar að efla fjárfestingu, auka hagvöxt, fjölga störfum og bæta lífskjör. Stefna ríkisstjórnarinnar fer því afar vel saman við markmið Landsvirkjunar. Fyrirtæki gegnir enn sem fyrir lykilhlutverki við að koma álitlegum fjárfestingaverkefnum til framkvæmda. Á fundum samráðsvettvangs aukna hagsæld á Íslandi fyrir þessum mánuði þar sem að einmitt Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar gegnir formennsku í eiga sæti fulltrúar stjórnmálaflokkana, atvinnulífsins, launþegasamtaka, fræðasamfélagsins og stjórnsýslunar hefur ítrekað verið fjallað fjárfestingar á Íslandi eftir hrun sem hlutfall af vergri landsframleiðslu í samanburði við önnur ríki sem orðið hafa fyrir efnahagsáföllum. Tölurnar sem þar hafa verið setta fram og byggja meðal annars á upplýsingum úr skýrslu alþjóða ráðgjafafyrirtækisins McKinsey Ísland og vaxtamöguleika í framtíðinni sýna að við eigum mun lengra í land en aðra þjóðir sem lent hafa í fjármálakreppu þegar 5 ár eru liðin frá hruni hvað fjárfestingar varðar. Fjárfesting hér 30% undir meðaltali hjá samanburðarlöndunum. Sú staða algjörlega óviðunandi. Það jákvæða hins vegar að við finnum glöggt að ekki skortir áhuga fjárfesta á að horfa til Íslands, einkum þegar kemur að orkufrekri starfsemi. Við þurfum stöðugt að vera á varðbergi og huga að samkeppnishæfni Íslands. Stjórnvöld þurfa til dæmis að huga að regluverki og jákvæðum hvötum til að liðka fyrir nýfjárfestingu og að því unnið með ýmsum hætti þessa dagana innan stjórnsýslunar. Frá því að ég tók við embætti iðnaðarráðherra í maí síðastliðnum hef ég átt fundi með fjölda fulltrúa erlendra fyrirtækja sem hafa áhuga á að starfa á Íslandi og fjárfesta. Þessi verkefni eru fjölbreytt, sum krefjast lítillar orku en önnur eru orkufrek. Það þarf ekki að koma á óvart því sú staðreynd ein og sér að nær öll raforka sem framleiddar á Íslandi eru umhverfisvæn og endurnýjanleg veitur okkur Íslendingum umtalsverða sérstöðu í þeirri alþjóðlegu samkeppni sem ríkir jákvæða erlenda nýfjárfestingu. Á þeirri sérstöðu þurfum við að byggja með enn ríkari hætti en hefur verið gert á undanförnum árum. Nefnd ívilnanir vegna nýfjárfestingu á Íslandi sem starfar á ábyrgð iðnaðar- og viðskiptaráðherra vinnur nú þegar með nokkrum fyrirtækjum að gera fjárfestingasamninga. Þessi samningar tryggja þeim sem fjárfesta yfir ákveðna fjárhæð tiltekið skattalegt umhverfi í 10 til 13 ár og liðka með þeim hætti fyrir nýjum fjárfestingaverkefnum. Ég get greint frá því að fyrr í vikunni afgreiddi umsókn fyrirtækis á sviði líftækniiðnaðar og lagði til við mig að gerður yrði fjárfestingasamningur við umrætt fyrirtæki. Ég vona svo sannarlega að þetta nýfjárfestingaverkefni verði að veruleika sem allra fyrst. Nefndin á einnig í reglulegum samskiptum við fyrirtæki sem spyrjast fyrir eða að skoða möguleika til fjárfestinga hér á landi. Áhuginn því klárlega til staðar og við þurfum að vera tilbúin að grípa þá bolta sem kastaði til okkar og leggja yfirvegaða mat á hvert verkefni fyrir sig. Ég veit að mörg þessara fjárfestingaverkefna rata inn á borð Landsvirkjunar og sum eru þar jafnvel til umfjöllunar. Í ljósi þess sem hér áður var sagt brýna nauðsyn aukinnar fjárfestingar verð ég að viðurkenna að ég orðin ansi óþreyjufull og ég vil fara að sjá árangur og að verkefnin verða að veruleika. Tækifærin eru svo sannarlega til staðar en við þurfum að ganga skipulega til verks með samstilltum hætti til að koma hlutunum í framkvæmd. Ef okkur tekst ekki að koma fjárfestingum í gang munu lífskjör okkar halda áfram að rýrna og okkur mun ekki takast að skapa störf fyrir allt það unga fólk sem við þurfum svo sannarlega á að halda í okkar samfélagi. Ég get nefnt álverið í Helguvík, framkvæmd sem ekki mun bara skipta Suðurnesjamenn máli heldur landsmenn alla, beðið allt of lengi. Eftir samtöl við flesta sem að því verkefni koma, finn ég skýran vilja að halda því áfram og ljúka því. Þann vilja finn ég ekki síst hjá forsvarsmönnum Norðuráls sem hafa ítrekað sagt við mig og opinberlega að þeir ætli sér að ljúka verkefninu og að þeir hafi fjárhagslega getu til þess. Ég tel að aðkoma Landsvirkjunar að því máli gæti haft mikilvæga þýðingu, jafnvel úrslita áhrif. Á svæðinu við Helguvík einstök aðstaða til uppbyggingar iðnaðar og þjónustu starfsemi. Það búið að stórbæta hafnaraðstöðuna,
vinna skipulag fyrir svæðið og undirbúa vegi og lóðir. Ýmis álitleg verkefni eru til skoðunar auk álversins, meðal annars 2 kísilver. Við byggðum upp Grundartanga og Reyðarfjörð og búið að afla allra heimilda til að byggja upp á Bakka við Húsavík. Nú tel ég að röðin sé komin að Helguvík. Það er gríðarlega góð aðstaða og öll skilyrði til að byggja upp góða atvinnustarfsemi. Ég legg áherslu á það að menn vinni markvisst frá öllum hliðum til að koma þessum verkefnum í framkvæmd. Og þar lofa ég enn og aftur að ekkert mun stranda á mínu borði. Nýlega var gerður fjárfestingarsamningur við þýska fyrirtækið PCC kísilver á Bakka við Húsavík. PCC hefur átt í viðræðum við Landsvirkjun orkukaup og undirritað raforkusamning með fyrirvörum. Verkefnið er vel á veg komið og mun skipta samfélagið á Norðausturlandi miklu hvað atvinnuuppbyggingu varðar, sem og að hafa almenn jákvæð efnahagsleg áhrif. Mikilvægt er því að frágangur raforkusamnings gangi hratt og vel og verði upptaktur að því sem koma skal. Fleiri verkefni væri hægt að nefna, svo sem uppbyggingu í gagnaversiðinaðunum og möguleika í koltrefjaiðnaði. En ég vil með þessari upptalningu ítreka upprunalegt hlutverk Landsvirkjunar, það er að stuðla að auknum fjárfestingum í orkufrekri atvinnuskapandi starfsemi hér innanlands sem byggir á sjálfbærri nýtingu orkuauðlinda landsins. Með því að framfylgja því markmiði vinnur fyrirtæki jafnhliða með eigendum sínum að því að ná fram þeim markmiðum sem samráðsvettvangur aukna hagsæld kynnti auknar fjárfestingar, hagvöxt, stöðugleika og verðbólgumarkmið. Þá megum við ekki gleyma þeim fyrirtækjum sem hafa fjárfest hér á landi í gegnum tíðina og staðið með okkur í gegnum súrt og sætt. Hafa treyst okkur og átt í farsælum viðskiptum til áratuga. Okkur er nauðsynlegt að hlúa þeim fyrirtækjum sem dregið hafa vagninn og sýnt öðrum að hér sé hagsælt að starfa. Án þeirra væru við ekki komið jafn langt á veg og raun ber vitni. Góðu fundamenn, í síðustu viku lagði ég fram á Alþingi til umræðu og til vinnslu skýrslu ráðgjafahóps raforkustreng til Evrópu og mér skilst að fulltrúar Landsvirkjunar muni ræða þær hugmyndir við okkur hér síðar á fundinum. Þetta mál er risavaxið og þarfnast ítarlegrar umræðu. Ég greindi frá því í ræðu minni á Alþingi í síðustu viku að ég hafi verið ein af þeim sem lenti í úrtaki hjá Gallup, þar sem spurt var út í viðhorf mitt til sæstrengs og fleiri þátta. Forstjóri Landsvirkjunar hefur sagt að hann telji að það þurfa að vera almenn víðtæksátt, bæði í pólitíkinni og í samfélaginu öllu fyrir því að farið sé í verkefnið. Ég tek undir það sjónarmið og einn liður í því að leggja skýrsluna fram með þessum hætti fyrir Alþingi var einmitt til þess að ná þar fram umræðu og kalla fram ólík sjónarmið í málinu. Mér finnst jákvætt að Landsvirkjun kanni afstöðu almennings og ég vænti þess að niðurstöður úr skoðanakönnuninni verði kynnta hér á fundinum, enda áhugavert að vita hver afstaða almennings er til verkefnisins á þessum tíma. Góðu fundamenn, ég hef ekki farið lengt með þá skoðun mína að ég tel fulla ástæðu til þess að Alþingi endurskoði vissa þætti í þeirri rammaáætlun vernd og orkunýtingu landsvæða sem afgreidd var af síðustu ríkisstjórn. Færsla Hvammsvirkjunar, Holtavirkjunar og Urriðafossvirkjunar ásamt Hágönguvirkjun og Skrokkölduvirkjun úr orkunýtingaflokki yfir í biðflokk á síðustu stundu var á skjön við faglega niðurstöður verkefnisstjórnar annars áfangarammaáætlunar sem skilað var í júní 2011. Einnig mætti nefna aðra virkjunarkosti sem raðað var í biðflokk á umdeilanlegum forsendum eins og Hagavassvirkjun og Hólmsárvirkjun. Ný verkefnisstjórn rammaáætlunar hefur hafið störf og ber henn að skila áfangaskýrslu í mars 2014 sem kynnt verður á Alþingi. Í þeirri áfangaskýrslu mun sérstaklega verða farið nánar í gegnum framangreinda virkjunarkosti og metið hvort breyta skuli röðun þeirra á grundvalli þeirra vísindalegu gagna sem liggja fyrir og þeirra faglegu vinnu sem hefur verið frá upphafi undirstaða rammaáætlunar. Þetta er afar mikilvægt ferli sem ég bind vonir við að leiði fljótlega til þess að við sjáum breytingar á fyrri afgreiðslu Alþingis á rammaáætlun. Í þessu sambandi vil ég einnig minnast á Norðlingaölduveitu. Virkjanakostinum, eins og hann var útfærður á þeim tíma, var raðað í verndarflokk í tíð síðustu ríkisstjórnar. Þrátt fyrir að skýrsla verkefnisstjórnarinnar annars áfanga fyrirgefið rammaáætlunar hafi raðað þeim virkjanakost nær nýtingu
heldur en í vernd. Eins og kunnugt hefur Landsvirkjun verið að skoða nýjar útfærslur á Norðlingaölduveitu sem ekki munu setja friðland Þjórsárvera í hættu. Í júní stóð til að umhverfisráðherra undirritaði skilmála aukna friðlýsingu Þjórsárvera, en þeirri undirritun var frestað þar sem að fram hefur komið alvarlegar athugasemdir frá 2 sveitarfélögum, svo og Landsvirkjun. Friðlýsing á þeim nótum sem þá stóð til að undirrita hefði þýtt að fyrirætlanir Norðlingaölduveitu væru úr sögunni. Í gær upplýsti Landsvirkjun að fyrirtæki hefur með bréfi til umhverfisráðherra óskað eftir því að gert verið ráð fyrir nýjum útfærslum Norðlingaölduveitu innan friðlands Þjórsárvera eða að mörk friðlandsins verið dregin í kringum hugsanlegt lónstæði. Í bréfi Landsvirkjunar eru settar fram 3 tillögur sem allar gera ráð fyrir að Þjórsárveri njóti verndar og að Eyjafell sé innan marka friðlandsins. Ég tel ekki rétt að ganga svo langt að slá Norðlingaölduveitu af fyrir fullt og allt. Ég tel að unnt sé að ganga frá friðlýsingu Þjórsárvera án þess að útiloka nýja útfærslu Norðlingaölduveitu og að unnt sé að fara í framkvæmdir án þess að Þjórsárver skaðist. Við þurfum að hafa í huga hversu hagkvæm og umhverfisvæn Norðlingaölduveita sem virkjanakostur. Þar er verið að veita sama vatninu í gegnum aðrar virkjanir í Þjórsá og ég sannfærð að hægt sé að sætta ólík sjónarmið og ég ekki að tala að taka núverandi hugmyndur Norðlingaöldu og færa hana umsvifalaust úr vernd í nýtingu. Ný útfærsla, svo sem að Landsvirkjun hefur kynnt með bréfi sínu í gær, myndi fara í gegnum eðlilegt ferli í kerfinu að sjálfsögðu, umhverfismat, rammaáætlun og svo framvegis. Í þessu sambandi mikilvægast að gæta meðalhófs og gefa sér ekki fyrirfram að nýting og vernd get ekki farið saman. Ágætu fundamenn, það eru mörg verkefni sem blasa við á sviði orkumála á Íslandi og verða til umræðu í vetur. Til viðbótar það sem ég hef þegar komið inn á get ég nefnt mikilvægi þess að byggja upp flutnings- og dreifikerfi landsins. Í nýlegri skýrslu sem unnin var fyrir Landsnet kemur fram að ef ekki verið farið í frekari uppbyggingu flutningskerfis raforku á Íslandi muni það á næstu árum leiða af sér ýmsa erfiðleika hjá raforkunotendum og kosta þjóðfélagið milli 3 og 10 milljarða króna á ári eða á bilinu 36 til 144 milljarða næsta aldarfjórðunginn. Við það ástand ekki hægt að búa og hef ég þegar tekið þetta mál til umræðu í þinginu og hef lagt fram skýrslu, mun leggja fram frumvarp á Alþingi á næstu vikum breytingu á raforkulögum sem ætlað er að treysta grundbúning kerfisáætlunar Landsnets uppbyggingu flutningskerfis raforku. Annað mál sem brýnt er að taka á er vaxandi mismunur á dreifikostnaði raforku í þéttbýli og dreifbýli. Háir taxtar á raforkukostnaði í dreifbýli stuðla í auknum mæli að fólksfækkun, samdrætti í atvinnurekstri og tilheyrandi neikvæðum byggðalegum áhrifum. Á sama tíma hefur notendur fjölgað í þéttbýli og þar á meðal hagkvæmni þess kerfis. Á ríkisstjórnarfundi í gær var tillaga mín samþykkt markvissar aðgerðir til að tryggja jöfnun og dreifikostnaði raforku í dreifbýli og þéttbýli og mun frumvarp þess efnis líta dagsins ljós fyrir áramót. Góðir fundamenn, við eigum áhugaverðan fund fyrir höndum. Hver er framtíð íslenskra orku? Ég þakka fyrir það tækifæri að fá að ávarpa ykkur hér í dag og hlakka til að taka þátt í fundarstörfum hér með ykkur í dag. Kæra þakkir, Ragnheiður. Mér langar að vekja athygli ykkar á því að við erum afskaplega ánægð með það að hér eru yfir 500 manns í þessum sal og þar með erum við í raun að setja nýtt met í mætingu á þessa haustfundi okkar. Og síðar mun ég geta sagt frá því hvað eru margir að horfa á útsendinguna af landsvirkjun.is og ég tók eftir því að hún er líka, fundurinn líka sendur út af vísi.is. En þá að næsta dagskrárlið sem er að ræða tækifæri Landsvirkjunar í breyttu umhverfi og ræða hver er framtíð íslenskrar orku. En til þess að gera það frá Landsvirkjun munu hingað koma Hörður Arnarsson forstjóri, Ragna Árnadóttir aðstoðarforstjóri og Björgvin Skúli Sigurðsson framkvæmdastjóri markaðs- og viðskiptaþróunarsviðs.
Iðnaðar- og viðskiptaráðherra, góðir fundarmenn. Það er afskaplega gaman að vera með svona stórum og miklum hóp að ræða þessi áhugaverðu umfangsefni, hvaða tækifæri við höfum í breyttu umhverfi og hvernig við gætum séð framtíð íslenskar orku. Við ætlum að skipta erindinu svona í þrennt, fjalla mismunandi þætti umhverfisins og það sem við ætlum að fjalla fyrst er að fjalla breytt umhverfi á alþjóðamörkuðum. Hvað er að breytast á alþjóðaraforkumörkuðum og hvaða áhrif hefur það á okkur? Hver er sérstæða Íslands, bæði með því að horfa til fortíðar og eins með því að horfa til þeirra stöðu sem við erum í dag? Ræða mjög áhugaverða fjölbreytta viðskiptavini sem við teljum að hafi, þar sem við teljum að við höfum ýmislegt að bjóða hluti þar sem önnur lönd hafa ekki í boði. Og svo að lokum að aðeins að reifa hvað skiptir þetta máli, hvaða máli skiptir arðsemi orkuvinnslunar og þá sérstaklega á lífskjörin hérna í landinu. En ég ætla að byrja að ræða breytt umhverfi orkumála, við horfa þá á alþjóðleg orkumála og þá er kannski fyrsta spurningin hvað kemur það okkur við, hvað er að gerast í heiminum í orkumálum. Við erum eyja og hefur það eitthvað áhrif á okkur ef að breytingar verði í orkumálum heimsins og svarið við því er tvímælalaust já. Því að við erum í raun og veru að selja stærstan hlutan af okkar orku á alþjóðlegu markaði til alþjóðlegra fyrirtækja sem í raun og veru flytja síðan orkuna út með sínu vörum. Þannig að allt það sem við erum í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og hvað við erum að bjóða er alltaf borið saman við það sem er í boði annars staðar og hvað við getum farið fram á er líka háði hvað er í boði annars staðar. En hvað hefur verið að breytast í orkumarkaðnum? Hvernig hafa orkumarkaðarnir verið að mótast út í hinu stóra heimi, þá sérstaklega við horfum til Bandaríkjanna og Evrópu hins vestræna heims? Að það sem drífur áfram orkuþróunina eru einhvern tveir svona stóri drifkraftar. Það er í fyrsta lagi aukning í orkunotkun, það er stöðu aukning í orkunotkun sem er náttúrulega drifin áfram bæði af fólksfjölgun og eins bara því að við krefjumst meira orku bara í okkur daglegu störfum. Síðan er það líka það að það er þörf fyrir mikla nýsköpun, það er þörf fyrir umbreytingu á orkumörkuðunum. Það er alveg ljóst að þjóðir heimsins þurfa og hafa ákveðið að skipta orkugjafa. Það er augljóst að það þarf að færa sig úr jarðefnaeldsneyti, einfaldlega vegna þess að það er takmarkað og svo hefur það líka neikvæð áhrif á umhverfið. Og síðan ofan að það hafa ýmsar þjóðir tekið þá drastísku ákvörðun að hætta að nota kjarnorku. Hversu óskynsamlegt sem okkur þykir það. En þessi mikli vöxtur og þörf fyrir umbreytingu gerir gríðarlega kröfur til orkuiðnaðarins. Og það sem að þjóðir heimsins ákváðu að gera, það er í raun að vera samkeppnisvæða greinina. Að fá markaðskrafta, fá einn fjármagn. Það var alveg augljóst að þetta er gríðarlegt fjármagn og þarf gríðarlegt fjármagn til að drífa áfram þessa þróun. Og eina leiðin var sem þetta samkeppnisvæða þetta, en það er eins og það athyglisvert að í mjög mörgum löndum þá er það ennþá fyrirtæki í eigu opinberra aðila, svipuð á Landsvirkjun, sem að spila þar stórt hlutverk, en starfa þá algjörlega á markaðsforsendum á markaðnum. Þannig að þessi samkeppnisvæðing og markaðsvæðing hefur drifið þetta áfram, en það hefur breytt líka miklu raforkuna. Frá því að raforkan var og kannski er í hugum marga innviðir, og hún hefur samt mörg einkenni og þarf að vera innviðir, við getum alls ekki verið án hennar, að þá er þetta orðin vara. Og þetta er ekki bara vara, þetta er gríðarlega eftirsótt vara. Og þetta er vara sem við getum ekki verið án. Þetta er á margan hátt mjög flókin vara. Þetta er vara þar sem að bæði framboð og eftirspurn sveiflast mjög mikið. Það sveiflast ekki í fasa, eins og við verkfræðingar segjum. Þetta sveiflast þetta úr fasa, þannig að það er mjög erfitt að stýra framboð og eftirspurn. Þetta er vara sem er ekki hægt að geyma. Þannig að það þarf að ná að tengja þetta saman á mjög flókin hátt. Og þetta þarf að gerast í markaðsumhverfi. Þetta hefur skapað mjög ögrandi verkefni fyrir þessi þjóðir og ýmis vandamál. Það er alveg ljóst að þetta hefur skapað þau vandamál að raforku verður bæði hækkað. Það hefur ekki þurft að gera það til þess að bara fá fjármagnin í geirann. Og síðan hefur orðið sveiflukennt, sem er kannski það versta sem að
sem hérna fyrir orkufrekan iðnað, að það er ill fyrirsjáanlegt hvernig raforkuverð á þessum mörkuðum mun þróast. En allt þetta afleiðinga því að þjóðirnar treystu sér ekki til þess að fara í þessa miklu uppbyggingu og umbreytingu án þess að gera það á markaðslegum forsendum. Það er bara raun og veru, og það er raun og veru hefði aldrei verið hægt, að mínum mati. En þetta er, og ef mann horfa til þessar landa, sérstaklega Evrópulandana, að þá er orkumál eitt stærsta mál þessara þjóðfélag, hvernig menn tryggja raforku og raforkuöryggi er gríðarlega stórt mál og úrklippin sem við sjáum hérna á myndinni eru flestar frá Bretlandi, þar sem það eru bara verulegar áhyggjur í dag af því að það verði orkuskortur á komandi árum. Og það er það sem gerist að myndast ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar í báðar áttir, þá er raun og veru geta orkukerfin hrunið. En þetta er sem gríðarlega stórt mál og hérna þjóðirnar eru með alls konar aðgerðir til þess að styðja við markaðskrafta. Það er athyglisvert að svona eingöngu markaðskraftar duga til dæmis ekki í Bretlandi. Núvarandi raforkuverð dugar ekki til þess að raforkufyrirtækin fjárfesti í raforkuverum, þrótt fyrir að það sé fyrirsjáanlegt að það muni vanta orku. Einnig er það mikið ágefni fyrir þessar þjóðir að tíminn sem tekur að byggja raforkuverð er mjög langur, allt upp í 8 til 10 ár að byggja kjarnorkuver. En öll þessu umræða, hún er í raun og veru drifin áfram af orkuöryggi og orkusjálfstæði. Við höldum ofta að þessi drifið áfram af umhverfismálum sem vissulega skipta verulegu máli í umræðinni, að þess að þjóðir vilja gera þetta umhverfisvænan hátt, en það er í raun og veru mun sterkara hjá þeim, á okkar mati, að þau vilja ekki vera háðar öðrum þjóðum með jarðefnaeldsneyti. Og þrátt fyrir að jarðefnaeldsneyti sé lágt í dag, þá vita allir hvernig það muni þróast í framtíðinni. En þetta er ekki bara sem orkuöryggi, þetta er líka erfitt fyrir þessi fyrirtæki starfa þarna. Það er það sem er að skapa okkur þessi nýju tækifæri í viðskiptunum sem við fjalla um á eftir. Það er það umhverfið sem var bara gott áður. Það var að vísu hærra raforkuverð heldur en er á Íslandi, en það að sé ekki hægt að sjá það fyrir gerir það að verkum að við getum höfða til mun fleiri fyrirtækja og fleiri inngreina heldur en við gátum áður. En þetta umhverfi sem er að drífa áfram orkuumræðan og orkustefnuna í löndunum í kringum okkur, þetta er umhverfi sem við þekkjum ekki. Þetta er svo allt annað heldur en það sem við störum í, að því að við höfum leyst öll þessi vandamál sem þessar þjóðir, sem er efst á listum þessara þjóða, tryggja orkuöryggi, orkuverð og samkeppnishæfu verði. Það var löngu leyst á Íslandi og við erum komin langt umfram það. Við erum, þessi súla hérna sýnir orkuframleiðslu per íbúa og þar eru við langhæst. Við þurfum að sjálfsögðu að hafa það í huga að þessi tala er fengið með 2 tölum, annars vegar magnunin og hins vegar fjöldunum. Og fjöldin hefur vissulega meiri áhrif heldur magnunin í þessu tilviki, að við erum 330.000. En þetta segir samt að við erum stærsta raforkuvinnslu þjóð á þennan mælikvarða í heimi og við erum í nú þegar að selja 80% af þeirri raforku sem við framleiðum til atvinnusköpunar, til þess að draga þetta til landsins á mjög jákvæðan hátt. Alþjóðleg fyrirtæki að setja þetta starfsemi. En öll okkar nálgun í raforkumálum og öll okkar stefna og öll okkar allir þau tækifæri sem við höfum er í raun og veru þurfa að nálgast á allt öðrum annan hátt heldur en hinna þjóðirnar. Af því að við erum að gera þetta, af því við erum það heppin að eiga þessar auðlindir, að þá erum við að gera þetta út frá viðskiptalegu tækifæri. Allar hinnar þjóðirnar eru að gera þetta út frá brýnni nauðsyn og það þarf að leggja enn meira áherslu á orku sjálfstæðið. Það er ekkert sem veldur jafnmörgum styrjöldum í heiminum og þegar stórþjóðir telja að orku sjálfstæðið sé ógnað. Meðan eigum við miklu meiri orku og getum síðan, ef við ákveðið að virkja enn meira og nýta enn meira af þeim frábæru auðlundum sem við höfum til staðar. En ég ætlaði að biðja hana Rögnu Árnadóttur taka þess vinnuna og fjalla aðeins svona íslenska umhverfið. Hvernig er það? Gjör svo vel, Rögna. Komið þið sæl. Ég ætla að fjalla íslenska umhverfið, það er að segja hvaða umhverfi íslenski orkugeiri starfar í
og hver stefna Landsvirkjunar í því sambandi. En ég held að sé gott fyrir okkur öll að rifja upp af hverju við höfum þessi stóru og miklu tækifæri. Því að eins og önnur verðmæti að þá kom raforkukerfið ekki af sjálfu sér, heldur hefur byggst upp í gegnum áratugina, allt frá því að litla rafveitur framleitu eða unnu rafmagn sem sinnti staðbundum þörfum og yfir í það að stóra vatnsaflsvirkjanir og jarðvarmavirkjanir vinna nú orku inn á flutningsnetið landið. Þetta er öfundsverð staða sem við erum í og eins og ég sagði áðan, slík staða, hún kemur nú sjaldnast að sjálfu sér. Og eiginlega mikilli framsýni að þakka, framsýni þeirra sem að byggðu hér og tóku ákvarðanir fyrir áratugum síðan. Og það var svo ákvörðun að auk þess að sinna almenningsþörf að þá ætluðum við að nota raforku okkar til þess að byggja upp stóriðju, orkufrekan iðnað. Og það urðu tímamót þegar að ríkisstjórn Íslands og Alusveis gerðu samning, rafmagnssamning vegna álvers í Straumsvík á fyrri hluta 7. áratugar síðustu aldar. Þá var líka ráðist í byggingu Búrfellsvirkjunar og Landsvirkjun var stofnuð. Árið 1965 voru við stofnuð. Við byggjum á þessum grunni og það þarf ekki mikla útreikninga eða pælinga til þess að sjá að við nafn okkar, fyrirtækið, það er nátengt atvinnu uppbyggingu og efnahag í landinu og hefur verið í gegnum áratugina. Lítum á hvernig þetta hefur gengið hjá okkur. Það eru 5 stóri viðskiptavinir, orkufrekur iðnaður sem að kaupir 80%, tæp 80% af orkunni sem er unnin á Íslandi. Og það er bara býsna vel að sér vikið. Við viljum auðvitað þessi kaka stækki. Við viljum fjölga viðskiptavinum, við viljum gera vel við núverandi viðskiptavinni, við viljum að þessi mynd verði lítrikari og stærri og svo ber líka að gefa því gaum að 20% rúm fara til almenna notkunar innanlands, það er það smærri iðnaður og heimili. Heimilin þarna, það er áhugavert að hugsa það að heimilin nýta sér 5% raforkunar. Af hverju er ég að nefna það? Jú, það er vegna þess að þegar við lítum heildstætt á verðmæti orkunar okkar, þá er mikilvægt að hafa í huga hvert hún fer og hver ávinningurinn er ef við fáum meiri verðmæti en nú. Lagaumhverfi, það er vert að gefa því gaum. Því að árið 2003 þá urðu miklar breytingar á lagaumhverfi orkugeirans. Og það eru 10 ár síðan og ykkur kann að þykja það langur tími, en í orkugeiranum er 10 ár ekki langur tími. Það get ég lofað ykkur. Þessi raforkulög, þau fólu það í sér að vinnsla, þar sé að við getum talað framleiðslu, en vinnsla á orkunni og sala urðu samkeppnishluti. Flutningur og dreifing, það er áfram undir ströngum skilyrðum og öll verðlagning þar. En sem sagt, vinnslan og salan var látin í samkeppnisumhverfi. Og hvað þýðir þetta ef við hugsum okkur aðeins um? Hugsum Landsvirkjun, Orkuveitu Reykjavíkur, HS Orkuveitu, það er nú stærstu fyrirtæki sem að vinna raforku. Að þá er hvað þennan hluta varðar, hvað þennan þátt varðar, eru þessi fyrirtæki í samkeppni og starfa á markaðslegum forsendum og verða þess vegna að lúta þeim lögmálum sem að því fylgja og við erum undir eftirliti að það sé svo gert. Og þannig má segja að þessi ríkisafskipti sem áttu sér stað þegar að Landsvirkjun hóf störf og næstu áratugi eftir, þau er ekki þau sömu. Það er ekki þessi sömu ríkisafskipti af rafmagnssamningunum, en það eru þetta hárrétt sem að framkom í máli ráðherra og verst að mun eftir því að það eru stjórnvöld, það eru það opinbera sem að setur reglurnar, Alþingi setur lögin, hið opinbera lætur sig varða skilyrði erlendra fjárfestingar og starfsumhverfi fyrirtækja og auk þess, þá má ekki gleyma því að ríkið er stóran hluta af raforkuvinnslunni í dag. Þannig á ríkið Landsvirkjun alla.
Þannig að auðvitað getur eigandinn í gegnum sína eigandastefnu einnig lagt áherslur á starfsemi þessara fyrirtækja. En það er alveg hárrétt sem kom fram í máli ráðherrans og ég hef nú tekið undir að þetta er samtengt og þetta umhverfi raforkufyrirtækja það með einum eða öðrum hætti regulerað af opinberum aðilum en þó þannig að það verður að gæta því að þau starfa á markaðslegum forsendum. Nú síðan eru náttúrulega önnur lög og reglur sem við þurfum að framfylgja. Orkunýtingakostir eru settir til umfjöllunar í rammaáætlun. Þaðan eru þeir flokkaði frá Alþingi í nýtingarflokk og biðflokk og verndarflokk. Og síðan það þannig að orkufyrirtækin taka síðan ákvörðun nýtingu þessara kosta í orkunýtingaflokki þegar að skilyrði eru til þess. Nú, stefna Landsvirkjunar. Hlutverk Landsvirkjunar að hámarka afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu trúa fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Þetta mjög einföld stefna, þetta einfalt hlutverk og skynsamlegt að horfa svo á verðmætin að þú ætlar að fá sem mest út úr þeim. Það eru 5 atriði eða 5 stoðir sem við höfum skilgreint til þess að framfylgja þessari stefnu okkar. Það í fyrsta lagi skilvirk orkuvinnsla og framþróun og það þarf ekki að hafa mörg orð það að orkuvinnslan auðvitað kjarni þessa fyrirtækis. Við vinnum orku í 15 aflstöðvum og leggjum mikla áherslu á að sú vinnsla gangi hnökralaust fyrir sig og leggjum mikið metnað í það. En auk þess þá leggjum við metnað í það að hafa innviði fyrirtækisins í lagi og leggjum mikla áherslu á vandaða stjórnarhætti. Nú síðan þarna í miðjunni og það þessi fjölbreytti hópur viðskiptavina. Það algjört lykilatriði hjá okkur líka vegna þess að það eitt að vinna orkuna en það verður að selja hana líka og við erum öll sammála það. Og það mikið og fjölbreytt markaðsstarf sem að á sér stað í Landsvirkjun sem að Björgvin Skúli mun koma inn á hér á eftir. Að það lítur að því hlúa að núverandi viðskiptavinum en líka að auka söluna og fá hingaðinn nýja viðskiptavini. Og síðan það tenging við evrópska orkumarkaði sem sjáum þarna til hægri. Þetta lýsir einfallega því að við erum Ísland í Evrópu, Landsvirkjun starfar á evrópskum orkumarkaði, við erum að keppa við evrópsk orkufyrirtækjum að laða viðskiptavini að, við segjum komið til okkar og við munum selja ykkur rafmagn, við munum selja ykkur rafmagn á hagstæðu verði, en þá verða líka orkufyrirtækin að vita, iðnaðurinn verður að vita af okkur eins og Björgvin mun koma inn á. Síðan það líka það að við seljum uppruna ábyrgðir og grænskírteini, þannig að tengingin við evrópska orkumarkaði þannig nokkuð augljós. Síðan það tækifæri sem við höfum til þess að selja, hugsanlega að selja rafmagnum sæstreng. Það möguleiki sem að fellur vel að stefna okkar. Það segja að það fellur vel að stefna okkar að kanna þennan möguleika en það auðvitað ekki skilyrði fyrir okkar stefnu. Nú síðan hugum við að mannauðsmálum og síðan loks sáttinni, skapa stuðning og samstöðu með opnum samræðum, fundum eins og þessum, stefnu að auka gagnsæi og aðgengi okkar gögnum sem að eðlilega stundum ekki hægt að gera opinber því að þekking líka verðmæti og við störfum á samkeppnismarkaði þannig að við gerum eins vel og við getum og þá getið þið spurt. Hvað þetta það sem hún var að tala áðan, þetta með atvinnuuppbyggingun og hagvöxtin og sköpun starfa. Og ég get sagt ykkur frá því að það ekkert langt frá okkur. Við erum fyrirtæki sem að sköpum verðmæti og fyrirtæki sem skapa verðmæti. Þau auðvitað hafa þetta í sínum forgrunni ávallt. Og við segjum, þetta afleiðing af okkar stefnu, að fá eins mikil verðmæti fyrir orkuna okkar eins og við getum, að hafa arðsemina eins mikla eins og við getum, af því leiðir hagvöxtur, af því leiðir sköpun starfa, af því leiðir aukin þekking og af því leiðir auknar útflutningstekjur. Ég ætla að biðja Björgvin Skúla að koma hér og gera grein fyrir þeim verðmætum sem í orkunni felast og tækifærunum. Íslendingar búa yfir umtalsverðum orkuauðlindum, reyndar verulegum.
og það þá verkefni Landsvirkjunar að koma þeim hluta af þeim orkuauðlindum í verð og gera verðmæti úr þeim. Landsvirkjun hefur nú í tæp 50 ár unnið að nákvæmlega því verkefni og við nýtum okkur ýmsa kosti í því samhengi. En rafmagn ekki bara rafmagn, mismunandi orku kostir búa yfir mismunandi eiginleikum til framleiðslu á rafmagni. Jarðhiti og Landsvirkjun á elstu jarðvarmastöð á Íslandi sem í Bjarnarflagi fyrir norðan. Jarðhiti hefur mjög sérstaka eiginleika við framleiðslu á rafmagni. Reyndar eru einir verðmætustu eiginleikar jarðvarma það fjölnýtingar tækifærin sem að felast í þeirri auðlind. En þegar kemur rafmagnsframleiðslu þá eru aðal verðmætin í jarðvarma framleiðsla á svokallari grunnorku. Grunnorka orka sem framleidd jafnt dag og nótt, sumar sem vetur, og jarðvarmaver og túrbínu sem eru notaðar þar henta mjög vel til slíkra framleiðslu. Helstu viðskiptavinir sem hafa áhuga á grunnorku eru stóriðjuverin, álverin og önnur stóriðja sem hér á landi, sem krefst þess að það sé jafn og örugg afhending allan tíma sólarhringsins á raforku. Yngsti raforkukosturinn sem Landsvirkjun hefur verið að skoða eru vindmyllur. Þetta öðruvísi orkukostur. Það sem verðmætast við vindmyllur sú staðreynd að það tekur mjög stuttan tíma að reisa vindorkugarða, jafnvel bara spurningu nokkra mánuði, og þá geta menn náð í umtalsvert magn af megavöttum og megawattstundum til afhendingar til þeirra sem slíka orku vilja kaupa. Vandamálið hins vegar við vindmyllur að þessi orka ótrygg. Það augljóst mál að hún bara framleidd og afhent meðan vindurinn blæs. Og það gerir það verkum að vindorka óhentug til sölu til stóriðju og reyndar ekkert stóriðjuver sem myndi hér reisa verksmiðju ef hún ætti bara að fá raforku meðan vindurinn blæs. Þá komum við að þriðja orkukostinum sem við Landsvirkjun byggjum megin uppistöðu orkuvinnslu okkur á, og það vatnsorkan. Vatnsorkan hún býr yfir þeim einstaka eiginleika að geta breytt ótryggri orku yfir í grunnorku. Og það einfaldlega gert með því að geyma vatn í lónunum og meðan vindurinn blæs, en þegar vindinn lægir og vindmyllurnar framleiða ekki lengur rafmagn, þá hægt að láta vatni renna og framleiða rafmagn. Vatnsafli býr yfir enn frekari kostum. Vatnsafli getur brugðist við mismunandi eftirspurn eftir raforku og það sérstaklega viðeigandi fyrir raforkunýtingu heimila til dæmis. Heimil nýta mun meira rafmagn á daginn heldur en á nóttunni og ennfremur nýta heimilin mun meira rafmagn að vetri til heldur en það gera sumri til. Vatnsafli hefur einstaka eiginleika til þess að mæta þessu og sá eiginleiki kallaður stýranleg orka. En fjórði eiginleikin og sá sem verðmætustur af þeim öllum hefur ekki ennþá komið inn á þessa mynd. Sá eiginleiki heitir endurnýjanleg orka. Nú halda margir að endurnýjanleg orka og verðmætin sem í því felast séu af umhverfislegu tagi. Það vissulega rétt að það fylgja því mjög mikil og hentug tækifæri hversu lítill og hverfandi útblástur til dæmis gróðurhúsalofttegunda fylgir framleiðslu út frá endurnýjanlegum orkugjöfum. En það ekki verðmætin, það ekki aðalverðmætin sem felast í endurnýjanlegri orku. Verðmætin felast fyrst og fremst í fyrirsjáanleikanum. Það ekkert útlit fyrir það að þeir orkukostir sem við nýtum hér á Íslandi breytist næstu áratugina, næsta árhundraðið eða jafnvel næstu árhundruðin. Við getum með nokkuð mikilli vissu spáð fyrir það hver verður orkuframleiðsla og orkugeta kerfisins hér á Íslandi næstu áratugina. Og það best að sjá þetta í samhengi við aðrar þjóðir sem búa við orku sem unnin úr kolum, olíu og gasi. Allir þessir orkugjafar þeir renna til þurrðar. Þeir eru forgengilegir. Þetta að koma betur og betur í ljós og það þetta sem að þjóðir heimsins hafa áhyggjur af. Síðasti orkugjafinn hér kjarnorka. Það ekki hætta því að hann renni til þurrðar á næstunni, en það hins vegar ljóst og honum fylgja öðruvísi áhættuþættir og ekki síður mikilvægir eða alvarlegir ef að illa tekst til með kjarnorkuver.
En áhrifan af þessu eru þau að Ísland og Landsvirkjun geta boðið viðskiptavinum sínum hagstæða langtíma samninga. Langtíma samninga á verðum sem að aðrir samkeppnisaðilar okkar geta ekki og treysta sér ekki til þess að bjóða út af óvissunni sem í orkuafhendingu og orkuöflun þeirra. Hver eru þá tækifærin sem að við höfum hér á Íslandi? Á undanförnum áratugum þá höfum við að sjálfsögðu unnið mjög mikið með okkar bestu og verðmætustu viðskiptavinum, álverunum. Það byrjaði 1969 þegar að Aluxus opnaði hér álverið sitt í Straumsvík. Í kjölfari fylgdu Norðurál uppi á Grundartanga og núna síðast Alcoa fyrir austan á Reyðarfirði. Þessir viðskiptavinir eru áfram þungamiðjan í rekstri Landsvirkjunar. Og þessum viðskiptavinum mun Landsvirkjun áfram tryggja vaxtarskilyrði sem eru þess eðli að þessi fyrirtæki geta vaxið hér og dafnað áfram ókomin ár. En vegna að Landsvirkjun núna í þeirri stöðu að búa yfir mjög öflugur raforkukerfi, þá getum við farið að bjóða öðruvísi iðnaði aðkomu hér til Íslands og á forsendum sem eru öðruvísi en áður. Fyrst og fremst það að ræða iðnað sem að nýtir minni raforku og krefst þess ekki að við ráðumst í virkjanaframkvæmdir til þess að bjóða þá hingað velkomna. Dæmi slíkar iðnaðir eru kísiljárn verksmiðja Elkem á Grundartanga, álþynnuverksmiðja Bekkrómal í Eyjafirði, málmendurvinnsla GMR sem nýopnuð upp á Grundartanga og við erum nú í miklum viðræðum eins og fram hefur komið við PCC opnun á kísilmálmverksmiðju á Bakka. En tækifærunum lýkur ekki þar og markaðsstarf Landsvirkjunar vinnur að því hörðum höndum að finna hvaða fleiri iðngreinar eiga erindi hér til Íslands og hvaða tækifæri við eigum á því að laða þær til landsins. Af þeim iðngreinum sem ég vil nefna sérstaklega má nefna kísilkarbíframleiðslu, efnaiðnað af ýmsu tagi, koltrefjaframleiðslu og gagnaver. Eitt af verkefnum sem að við þurfum að eiga við á Landsvirkjun að greina þessa viðskiptavini. Því að staðreyndin sú að við vitum ansi vel áliðnaðinn hér á landi eftir áratuga samstarf við öflugustu aðila á því sviði í heiminum. En þegar það kemur að öðrum iðngreinum, þá eru færri sem að vita þær iðngreinar hér á landi. Og við þurfum að leita fyrir okkur mjög víða erlendis til þess að átta okkur á þeim iðngreinum. Tökum koltrefjar sem dæmi. Hverjir vita hverjir eru aðal framleiðendur koltrefja í heiminum? Hverjir vita hvaða markaðir eru fyrir koltrefjar? Hverjir vita hvaða horfur eru á slíkum mörkuðum og hverja líkurnar eru á því að hægt sé að reisa koltrefjaverksmiðju á Íslandi? Og ég get sagt ykkur það að 90% af koltrefjum í heiminum eru framleidd af 7 fyrirtækjum. Landsvirkjun í samskiptum með öll þessara 7 fyrirtækja. Landsvirkjun fylgist með þróun þessara fyrirtækja og framgangi þeirra og einn af lykilatriðum sem að fólk telur að verði til framgangs koltrefjaiðnaðar í heiminum þegar og ef að koltrefjar verða teknar upp í auknum mæli í bifreiðaframleiðslu. Það keppikefli á Landsvirkjunar að vera viss það að vera á úrtakslista þegar að þessar koltrefjaframleiðslu aðilar ákveða að byggja næstu verksmiðju sínar, hvar svo sem það verður. Það markmið Landsvirkjunar. Hvað varðar gagnaver, þá hér á ferðinni allt öðruvísi hópur viðskiptavina. Gagnaversaðilar skipta tugþúsundum. Það engin leið að átta sig á öllum þeim aðilum og borin núna Landsvirkjun geti verið í sambandi við þá alla. Það hins vegar mjög mikilvægt að Landsvirkjun viti hvar hægt að nálgast þessa aðila, þannig að aftur lendum við á þeim listum sem aðilar skoða þegar þeir að velja sér staðsetningu fyrir næsta gagnaver. Af 2 öðrum atriðum sem ég vil nefna sérstaklega sem tækifæri varðandi framtíðar viðskiptavini Landsvirkjunar, þá vil ég nefna samgöngur. Við erum að vinna í heilmiklu verkefni varðandi orkuskipti í samgöngum. Það sem að skoða að nýta rafmagn frekar í samgöngur hér á landi sérstaklega en fremur í eldsneytisframleiðslu og öðrum tengdum iðngreinum. Að síðustu birtist hér á þessari mynd hugsanlegur viðskiptavinur Landsvirkjunar í formi sæstrengs.
Við munum ræða hann frekar á eftir. En greiningar vinna Landsvirkjunar felst þá í því að átta sig á því hver eru hráefni sem þessir iðnaður þarf á að halda, hverjir eru helstu framleiðendur, hverjir eru kaupendur þeirrar framleiðslu, hver samkeppnin og hverjir eru horfur á markanum. En stærsta verkefnið samt annað. Stærsta verkefnið það að fæstir þessara aðila hafa nokkru sinni heyrt Ísland, nýja vita það að hér eitt öflugasta raforkukerfi heimsins. Eitt stærsta verkefni okkar hreinlega að koma nafni Íslands og Landsvirkjunar á framfæri erlendis. Og að því marki langar mig til að sýna ykkur hér ákveðið myndband sem við höfum látið gera til þess að koma nákvæmlega með þeim skilaboðum á framfæri. Welcome to Iceland, one of the few countries in the world to produce all its electricity from renewable sources: falling water, the heat of the earth, and the force of the wind. With a production 5 times what's needed for local consumption, energy is one of the country's most valuable resources. Landsvirkjun, the national power company, generates 3/4 of this energy. Landsvirkjun's expanding client portfolio ranges from aluminium plants to power-intensive data centers. The company offers the most competitive renewable energy contracts in Europe, with long-term agreements, advantageous prices, and exceptional security of supply. Landsvirkjun has been with us from the very beginning. We've gone from startup with an idea to an operational facility, and we've only been able to do that with Landsvirkjun support. They've been able to offer us creative commercial solutions that allow us to pass along truly hedged power solutions that are lower cost than our customers can get anywhere else. And all of this on a sustainable 100% renewable grid that is built for the industrial standard, and it's built to last. Iceland offers plenty of land for development, a well-educated population, a safe operating environment, and business-friendly authorities. International business demands ever greater competitiveness. Iceland provides a solution with its valuable access to renewable energy. Whereas the nations around us are having a huge task to solve their energy supply, we are more thinking about how should we use the energy that we can further harness. So it's a completely different situation that offers unique possibilities for Iceland and industries to relocate to Iceland. Sustainable energy is very important for Rio Tinto, and it is very important for us that work here at ESAL to have the carbon footprint as low as possible. That is something that the market is more and more looking into. Landsvirkjun has been building long-term business relationships for decades. Its role is to secure the competitive viability of its customers and facilitate their capacity for growth on mutually beneficial terms. We have always put a lot of emphasis on the reliability, to be a sound provider of energy that our customers can rely on. And I think our track record shows that we are one of the most reliable providers that people can find around the world. Og hvert erum við þá komin? Við erum stödd þar sem að orkukerfi Íslands hefur byggst upp á undanförnum áratugum og við getum nú afhent orku til mun fjölbreyttari iðnaðar heldur en við höfum gert áður. Smærri iðnaðar sem ekki eins aflfrekur eins og áður, og við þurfum ekki að byggja virkjanir samhliða. Á sama tíma, eins og Hörður kom inn á, Evrópa og nánast allur hinn vestræni heimur að lenda í vandræðum út af orkumálum hjá sér. Þannig að fyrirtæki í akkurat þessum iðngreinum að leita hófana og kíkja í kringum sig með það hvar sé betra að bera niður ef þau vilja kjósa að vera ekki áfram þar sem þau eru. Við erum í einstakri aðstöðu að þessu leyti. Og verkefnið okkar hefur þá breyst frá því sem áður var. Í stað þess að eiga við einstaka fáa viðskiptavini og vinna verkefni samhliða með þeim, þá erum við komin í þá stöðu að við vinnum með mörgum viðskiptavinum samtímis, og það hreinlega þannig að við viljum að þeir keppi sín á milli það að fá afhenta orku frá Landsvirkjun og frá Íslandi. Og það sem hefur þá gerst það að við erum komin í öðruvísi stöðu heldur en við vorum áður.
Og hver árangurinn af þessari stöðu? Hver árangurinn sem að Landsvirkjun þá hefur náð undir þessum kringumstæðum? Frá árinu 2010 þá hefur Landsvirkjun gert 4 raforkusamninga upp á samtals 200 megawatt. 2 þessara samninga hafa þegar verið undirritaðir og frágengnir, öllum fyrirvörum aflétt. Það annars vegar samningurinn stækkun Rio Tinto Alcan í Straumsvík og hins vegar samningur við GMR sem nú þegar hefur hafið starfsemi upp á Grundartanga. 2 samningarna sem að við gerðum, fyrirvörum þeirra var ekki aflétt tímanlega, en ástæður þess komu greinilega fram í samræðum og í niðurstöðum þeirra viðskiptavina sem áttum við. Þeir féllu frá verkefnunum ekki vegna raforkuverðs eða aðstæðna á Íslandi. Þeir féllu frá þeim vegna aðstöðu og stöðuna sem enn á heimsmörkuðum. Það eitthvað sem Landsvirkjun og Ísland á erfitt með að eiga við. En þess fyrir utan þá vinnur Landsvirkjun nú að gera svokallara termsheeta. Það þýðir að menn ramma inn aðalatriði raforkusamninga án þess að fara út í þá vinnu að gera allan rafmagnssamningin sjálfur. Frá 2010 höfum við gert 4 svoleiðis termsheet upp á afhendingu á 200 megawattum. 3 af þessum samningum eru ennþá í vinnslu og við bíðum eftir því að mótaðilarnir sem hafa þær í höndunum, þeir klári sína vinnu og staðfesti síðustu og aflétti síðustu fyrirvörunum til þess að við teljum að þessi ástæði til að fara áfram og skuldbinda okkur til afhendingar á orkunni. En af þessu má ljóst vera að Landsvirkjun komin langt með, ef ekki komin umfram það, að selja alla þá umfram orku sem telst vera laus hér á Íslandi og hafa hægt að afhenda til stóriðnaðar. En þess fyrir utan, þá höfum við átt í langtíma viðræðum við 8 aðra aðila upp á samtals 500 megawatt. Þessir aðilar eru komnir enn skemur á veg, en samt sem áður vinnum við mjög þétt með þeim og við vinnum að framgangi þeirra verkefna áfram. Þau verkefni sem ég tel ekki hér upp og eru samt inn á borði hjá okkur áfram eru vel á annan tug viðskiptavina sem hafa sýnt áhuga á því að kaupa raforku frá Landsvirkjun, en ekki ástæða til þess að lista hér sérstaklega vegna þess að þau verkefni ekki komin nógu langt á okkar mati til þess að þess verið að setja þau hér upp á skjáinn. En það eitt mjög mikilvægt sem fylgifiskur þess að vinna með svona mörgum aðilum á sama tíma. Og það það að þessir aðilar kæra sig ekki það að nöfn þeirra séu dregin fram og birt opinberlega. Það einfalt að ímynda sér að einn af þeim aðilum sem framleiðir koltrefjar og við hann hefur ekki áhuga því að aðrir aðilar sem eru í sama iðnaði viti samningaviðræðurnar, átti sig á því hversu langt þeir eru komnir eða hvað stendur til að gera og hvenær. Og það hreinlega þannig í langflestum tilfellum Landsvirkjun undir trúnaðarskuldbindingum gagnvart sínum viðskiptavinum til þess að gæta þeirra hagsmuna. Það vill til að það ekki óheppilegt fyrir Landsvirkjun heldur. Landsvirkjun fellur það vel að vinna á þeim forsendum að mótaðilar okkar viti ekki hverjum við erum að vinna móti. Og það liggur þá í hlutarins eðlilega við reynum þá að styrkja samningsstöðu okkar með því að það meiri eftirspurn eftir okkar vöru heldur en við getum hugsanlega afhent á endanum. Spurning sem við fáum oft hvort að Landsvirkjun sé svo ágeng og áköf í verðlagningu á raforku að við höfum verðlagt stóriðju viðskiptavinnu út af borðinu. Við teljum að það sé alls ekki málið. Við teljum að ástand í efnahagsmálum heimsins sé fyrst að kenna að hversu hægt gengur að byggja upp orkufrekan iðnað hér á Íslandi, en fremur það sama sem á við veröld alla má segja. Þessu til stuðnings má benda á það að frá árinu 2010 hefur ekkert fyrirtæki sem hefur átt í alvarlegum viðræðum við Landsvirkjun hætt þeim viðræðum og reist nýja verksmiðju annars staðar. Og það segir mjög margt ástand efnahagsmála í heiminum og að við erum enn að súpa seyðið af mestu efnahagskreppu sem riðið yfir heiminn í seinni tíð. En hver árangurinn? Erum við ánægð með árangurinn? Ætli það sé ekki best að vera aldrei of ánægður, en við erum samt nokkuð ánægð með það hvert við erum komin. En við vonumst eftir meiru og við teljum okkur hafa ástæðu til þess að vera bjartsýn. Við teljum okkur ástæðu til þess að vera mjög bjartsýn. Hörður tekur nú við aftur og hann ræðir sérstaklega
hugsanlega viðskiptavin Landsvirkjunar og sá viðskiptavinur Sæstrengur. Það mikilvægt þegar við ferum að ræða þetta áhugaverða verkefni að við höfum það mjög í huga að öll áhersla Landsvirkjunar í orkusölu á iðnaðaruppbyggingu. Þó að við séum mjög ofta að tala sæstrenga þá öll áherslan á sæstreng og það einfaldlega vegna þess að sæstrengun ekki valkostur. Það hefur engin ákvörðun verið tekin og það raun og veru enn mörg ár þangað til að við erum komin á þann stað að við getum tekið ákvörðun það. Þetta flókið verkefni og umfangsmikið og það þarf að skoða á þeim forsendum. En hvað hefur verið að gerast í þessu verkefni? Landsvirkjun hefur síðustu 3 ár verið að vegna mikilla tæknibreytinga og þróunar í umheiminum þar sem mjög margar þjóðir að nýta sér þessa tækni, þá hefur við talið rétt að skoða þetta. Samhliða því skrifuðu bresk og íslensk stjórnvöld undir viljayfirlýsingu fyrir 1,5 ári síðan það að þetta verkefni yrði skoðað og það var sett nefnd af vegum þáverandi iðnaðarráðherra sem skilaði af sér núna í maí og þeirra sjónarmið var það að þetta væri verkefni sem bæri að skoða. Vissulega mörgum spurningum ósvarað og alls ekki þannig að öll nefndin væri sammála að þetta gera þetta, en öll nefndin var sammála að þetta skoða þetta. En hvað erum við að reyna að gera? Við erum að reyna að tryggja okkur valkost og ég mun koma betur að það og eftir hversu mikilvægt það í öllum viðskiptum að hafa valkosti og raun og veru árangur í viðskiptum ræðst fyrst og fremst af valkostum. En ég mun rökst það aðeins betur og eftir. En akkur alltaf við þá, ef þetta rétt sem ég segja að við séum fyrst og fremst að vinna í iðnaði, akkur við alltaf að tala sæstreng. Það nú kannski fyrsta lagi að mörgum finnst það mjög áhugavert og erum mikið að spyrja okkur út í það. En það sem ólíkt þessum viðskiptavini, eða þessum mögulega viðskiptavinu og þeim viðskiptavinu sem Björgvin listi fyrir okkur, að þessi viðskiptavinu krefst þess bæði að það séu milliríkja viðræður, það séu viðræður milli landana, þá í þessu tilviki Bretlands og Íslands, eða ef mann vil ákveða að skoða önnur lönd, þá við önnur lönd, og líka viðskiptasamningur. Það þarf að gera samhliða að þetta hangi saman. Milliríkja viðræður ganga út og það raun og veru hafa stjórnvöld í löndunum áhuga á því að skoða verkefnið. Þetta bara stuðningur í löndunum við að skoða, það ákveða stjórnmálamönnum. Ef svo þá ákveða þeir líka leikreglurnar, hverjir mega vinna á þessum markaði og einnig hvaða lagaumhverfi fyrir þá sem vinna á þessum markaði. Til hliðar við þetta svo hefðbundin viðskiptaumhverfi sem svo orkuframleiðendur, sem þá fyrirtæki eins og Landsvirkjun og aðrir íslenski orkuframleiðendar, orkukaupendur, sem öllum líkindum í þessu tilviki bresk orkufyrirtæki og í þriðja lagi sæstrengsaðili sem ætti sæstrengin. En þetta það flækir þetta þessi tvívíða nálgun. Staðaverkefnis nú svo að boltinn hjá stjórnvöldum, boltinn hjá Alþingi, að raun og vera ákveða hvort það eigi að fara áfram með verkefnið. Og ég, eins og kom fram í ráðherranum, og þá hef ég og hún alveg sammála mér það þarf að vera mjög breið samstaða ef ákveða verður að fara í þetta þegar það komið að því, en það í fyrsta lagi eftir 2-3 ár. En það framundan, ef ákveða verður að fara áfram, að þá framundan ákvörðunartökuferli og undirbúningsferli sem að sjálfsögðu síðan brotið upp í mörg skref sem bæði stjórnmálamennir og viðskiptaaðilarnir þurfa að ákveða og dreifa áhættu og greina tæknilega áhættu og greina markaðsáhættu og mörg ljón í veginum og það einkenni þessa verkefna að það þurfa allir þættir að ganga upp til þess að sé ráðist í svona. Það ekki nóg að 9 af 10 sé jákvætt. Svona verkefni fyrir eingöngu áfram ef allar spurningarnir eru jákvæðar. En akkur eru við að skoða þetta? Akkur eru við að reyna að búa til þennan valkost, eða við höfum búið til valkost, það vissulega þetta valkostur í dag og viljum halda honum áfram. Það sem styður það fyrst og fremst, þetta styður mjög við stefnu Landsvirkjunar. Ef við erum sammála stefnu Landsvirkjunar að hlutverk Landsvirkjunar sé að hámarka afraksturinn af þeim orkuauðlindum sem fyrirtækinu trúa fyrir á sjálfbæran og hagkvæman hátt, að þá mjög stutt yfir í það að við erum sammála að þetta verkefni ber að skoða. Það sem drífur það áfram í fyrsta lagi möguleiki á mjög háu raforkuverði.
möguleiki á því að við náum að nýta umframorkuna. Það óhjákvæmilegt í lokuðum kerfum að það veruleg umframorka alltaf þar. Það óhjákvæmilegt af öryggissjónarmiðum og það kemur svo til viðbótar hjá okkur að við erum með vatnsorku og hvað við fáum inn á hverju ári mjög breytilegt. Þannig að við flest árin erum við með umtalsverða orku í kerfinu sem við nýtum ekki. Síðan það þessi frábæri eiginleiki vatnsaflsins sem stýranleiki, við náum ekki að nýta hann í núverandi kerfi, þrátt fyrir að þetta sé að verða einn verðmætasti eiginleiki raforkuna, jafnvel verðmætari heldur en grunnorkan. Svo atriði sem snúa áhættudreifingu. Við erum með mikla fjárbindingu í raforkukerfinu og hún á öllum líkindum eftir að aukast ef að áform okkar og annar að ganga eftir. Og síðan síðast en ekki síst orkuöryggi. Það að vera með svona krefjandi raforkukerfi, þó svo að það gengi mjög vel fram til þessa, þá þurfum að muna það að við búum á eldfjallaeyju og það geta gerst atburðir sem að gætu raskað orkuöryggi. Þannig að ástæðan fyrir að skoða þetta það að þetta búa til hennar valkost þetta styður einstaklega vel við stefnu Landsvirkjunar. En það líka önnur hlið á peningnum eins og alltaf í svona málum sem þarf að velta mjög fyrir sér og það ýmis atriði sem að þarf að ræða og skoða. Hvaða áhrif hefur þetta á atvinnuuppbyggingu? Hvaða áhrif hefur þetta orkuverð til heimila? Hvaða áhrif hefur þetta, þetta mikil áhætta? Hver tekur þá áhættu og hver áhrifin á umhverfismálin? Það of langt mál fyrir mig að fara að ræða alla þessa þætti, enda þessi fundur ekki sæstreng, heldur þetta stefnu Landsvirkjunar og megin áhersla stefnunnar iðnaðaruppbygging. En mér langar að ræða nokkur atriði sem ég held að sé mjög áhugavert að ræða og fyrsta lagi á stuðningsliðinni að ræða raforkuverðið. Hvaða raforkuverð væri mögulegt að fá? Og einnig á hinni hliðinni að ræða hver áhrifin á atvinnuuppbyggingu og orkuverð heimilanna. Aðrir þættir, ég fagna því bara að fá spurningur það og vonandi verða líka fleiri fundir ef þetta verkefni heldur áfram og þá munum við sjálfsögðu ræða aðra þætti líka en vegna flækju og þá held við verðum að velja og hafna hér á fundinum. En hvaðan kæmi orkan? Og það að svara spurningur hver áhrif á atvinnuuppbyggingu? Gætu við ekki frekar notað orkuna á Íslandi? Hvaðan væri? Og þá raun og veru ekki hægt að svara því fyrir að leikreglur hafa verið ákveðnar og viðskipta umhverfi svona strengsins væri ákveðið. Norðmenn reka þessa strengi með mjög litlum útflutningi, en ég held að við höfum það miklu orku að við teljum að sé áhugavert að vera í útflutningi. Og ef við tökum eina sviðsmynd, og mikilvægt að leggja áherslu á þetta sviðsmynd og Landsvirkjun mun ekki ef það verður ráðist þetta verkefni mun Landsvirkjun ekki ráða því hvað orka fer á strenginn. Það get ég alveg fullvissað ykkur um. En ef við tökum sviðsmynd með 5 teravattstundir sem gæti þá verið 900 megavatta strengur sem væri nýttur 65%, þá varum við að nýta stýranleikann sem alveg öruggt að við myndum leggja mikla áherslu á, að þá væri það samt 5 teravattstundir sem væri fluttar út. En það svona álíka mikið magn og við seljum til Alcoa og Reyðarfirði. Hvaðan gæti þessi orka komið? Og við teljum að hún gæti komið frá 3 þáttum. Í fyrsta lagi að nýta orkukerfið okkar betur. Það mat okkar bæði með því að horfa tilbaka og eins með því að horfa fram á við að meðaltali gætu við nýtt svona 2 teravattstundir meira út úr okkar kerfi. Þetta tengist bæði vatnsorkunni, breytileika vatnsorkunni, en þetta tengist líka bara öryggismörkum kerfinsins og tengist líka því að okkar viðskiptavinir skrási fyrir orku og nýta hann ekki að fullu. Ef við fengjum viðskiptavinir sem væru mun sveigjanlegri, þá vissulega var þetta að nýta hluta þessu, en við höfum ekki fundið neitt svona viðskiptavin og hann ekki í sjónmáli. Þannig við teljum að þetta væri svona 2 teravattstundir og líka má segja að ef kerfið myndi stækka, þá myndi þessi tala stækka á öllum líkindum. Við teljum að annar svona cirka þriðjungur gæti komið frá orkukostum sem verða ekki nýttir fyrir núverandi viðskiptavinni, fyrir núverandi iðnaðarviðskiptavinni sem krefjast mikils öryggi í afhendingu allt árið, öll ár og hafa takmarkaða greiðslugetu bara vegna samkeppnis og þeirra mörkuðum. Þannig erum við að tala um smærri vatnsaflsvirkjanir, lágvarma jarðhita eða skiljuvatnsvirkjanir og vindorku sem við getum nýtt svona þriðjung af þessum 5 teravattsstundum. Og þá værum við að tala um 1,5 teravattsstund sem væri þá tekin sem að öðrum kosti væri hægt að nýta fyrir iðnaðaruppbyggingu.
Við erum að nýta í dag 17 teravattstundir í dag sem nýttu og þá náttúrulega spurningin hvað verður nýtt í framtíðin og þá mikilvægt að hafa það í huga að það ákvörðun stjórnmálamanna. Það ákvörðun stjórnmálamanna, getur rammaáætlun, hversu mikil orka verður nýtt til viðbótar. En við höfum sagt það og segjum það enn að við teljum að það geti náð sátt að tvöfalda þessa framleiðslu. Sem þýddi þá að það yrði sirkað 17 teravattsstunda viðbótar framleiðsla og heildar orku framleiðslan á Íslandi yrði þá 35 teravattstundir. Af þessu værum við samt að taka það vel 10% fyrir strengin, miðað við þessa sviðsmynd sem ég ætla að ítreka. Þannig að rökstuðningurinn að sú iðnaðaruppbygging sem yrði á Íslandi, miðað við svona uppbyggingu viðskiptamódelsins, yrði mjög sambærileg. 90% af nýrri orku sem við myndum ákveða, hún yrði áfram notuð. Þannig að áhrif á atvinnusköpun á okkar mati að þetta yrði sambærileg atvinnusköpun. Þess til viðbótar rétt að hafa það í huga að það að nýta umframorkuna, það krefst helmingurinn að henni kemur án fjárfestinga, helmingurinn þarf að stækka okkar núverandi virkjanir, þannig að þar skapast mörg störf og mikil fjárfesting og þessar smarri vatnsaflsvirkjanir og lágvarma jarð og vindorka yrði ekki nýtt án sæstrengs, þannig að þar yrði umfangsmikil atvinnusköpun og hagvöxt til þess að uppfylla það markmið. Og síðan maður halda áfram sem of langt að halda áfram líka, það skapast síðan gríðarlega mörg störf í þekkingariðnaði þegar menn fara að vinna á virku markaði, þar sem bæði breytileg sveiflukennd framleiðsla og sveiflukennd eftirspurn og gríðarlegur möguleikar á að auka verðmæti. Þannig að svarið varðandi atvinnusköpuna teljum við að verkefnið verði eftir 2-3 ár ákveðið að ráðast í það, að þá hafi það ekki neikvæð áhrif eða allavega óveruleg neikvæð áhrif á atvinnusköpun og sérstaklega á uppbyggingartímanum það áhrifin mjög jákvæð. Hitt atriði sem menn velta mjög fyrir sér áhrif á raforku fyrir heimilana. Við letum vinna mjög góða skýrslu af fyrirtækinu Gamma sem núna aðgengileg á heimasíðu okkar sem það sem fjallað mjög ítarlega þetta mál og bara hvetja fólk að kynna sér hana. En það mikilvægt að hafa það í huga að eins og kom fram hjá Rögnu að við heimilin nýta 5% af raforkunni. Þannig að í eðli sínu áhrif af hærra raforkuverði sem vissulega líklegt að verði með sæstreng að þau eru svona álíka fyrir hagkerfið og þegar fiskverð hækkar. Alveg sem með fiskinn eins og raforkuna, langstærstu hlutin af honum seldur til annarra aðila, erlendra fyrirtækja eða jafnvel á sæstreng. Þannig að hagkvæmni þjóðarbúsins, það gríðarlega hagkvæmt fyrir okkur að fá gott raforkuverð eins og það gott að fá gott fiskverð, þó svo að gott fiskverð þýðir það að fiskverðið út í búð hækkar. En það mikilvægt að hafa það í huga að áhrif á raforkuverð heimilina eru engin fyrir en að strengur væri tekin í notkun, sem að sjálfsögðu hefur ekki verið tekin ákvörðun sem það í fyrsta lagi eftir 10 ár. Og það yrði áfram verulegur verðmunur á milli Íslands og Bretlands. Það er alrangt sem að fólk heldur stundum fram að það yrði sama verð á báðum stöðum. Það er ekki sama verð í Noregi þó að Noregur sé allur tengdur og ástæðan svo að það er takmörkuð flutningsgeta á strengnum og það flutningskostnaður á strengnum sem býr alltaf til verðmun á milli markaða. En þetta vissulega atriði sem þarf að skoða og það vissulega sem kemur fram í skýrslu Gamma, sérstaklega heimili á köldusvæðunum sem nota rafmagn til rafkyndingar. Þar má búast við áhrifum sem yrðu að mínum mati of mikil og þyrfti að grípa til sértækra aðgerða. En þarna teljum við að raunum við að því að ávinningur fyrir þjóðfélagi svo miklu meira heldur en það sem við myndum borga fyrir raforkuna að það yfirvegi það algjörlega. En þá það þriðja atriði sem ég ætla að velta fyrir mér. Það raforkuverðið. Það ljóst að það eitt stærsti þátturinn fyrir þetta verkefni, hagkvæmni þessa verkefni, hvert raforkuverðið? Og svarið við því það vitum við ekki. Það raun og veru eingöngu hægt að það þarf að fara í ákveðnar viðræður sem ekki búið að fara í til þess að skoða það. Og þá athyglisvert að bresk stjórnvöld vegna þessara aðstæðna orkumálum Bretlands sem ég lýsti í upphafi erindisins, að þau eru núna að róa mjög hörðum höndum í því að fá uppbyggingu raforkuframleiðslu í gangi í Bretlandi.
Einkamarkaðurinn, einkaaðilarnir og raforkufyrirtækin eru ekki að fjárfesta. Það er bara mikil óvissa í raforkuverðinu, óvissa hagvöxt í Bretlandi, þannig að þau eru ekki að fjárfesta. En þannig að nú hafa bresku stjórnvöld samþykkt á síðasta ári nýja löggjöf, svokallað Energy Market Reform, eða umbreytingu raforkukerfisins, og birtu síðan núna á miðju þessu ári. Þá komu reglugerðir sem að segja hvaða raforku verður tilbúin að borga, og þeir eru núna tilbúin að borga í að gera raforkusamninga, bindandi raforkusamninga sem tryggir raforkuverð í 15 til 35 ár eftir tegund orkuframleiðslunnar til þessara framleiðenda. En raforkuverð í Bretlandi er $80, eða cirka 50 pund. Hvaða verður þeir að semja við núna þessa aðila? Og þetta eru verðin, þetta eru fyrir sem vindorku á sjó, vindorku á landi, sólarorku, jarðvarma, biomass og vatnsafl. Þetta liggur sem á bilinu $150 til $215 sem að þau eru að tilbúin að borga, sem eru verulega meira heldur en er það markanum, til þess að fá þessa orkuvinnslu í gang. Þess til viðbótar, þetta eru sem allt endurinn orkugjafar, og menn getur haldið að þetta væri út af umhverfissjónarmiðum sem að þessir aðilar var að gera þetta. Þetta er meira til að losa sig frá jarðefnaeldsneytinu, og það er stutt með því að þeir voru sem fyrir mánuði síðan að gera samning við fyrsta kjarnorkuverið, Hinkley Point kjarnorkuverið, og því kjarnorkuveri, því er sem boðið $150 í 35 ár. Flestir hinni samningarnir verða í 15 ár, en þeir eru boðnir send í 35 ár. Og þeir eru búin að vera í mörg ár að reyna að koma þessu verkefni í gang, og þeir þurftu sem að fá franskt fyrirtæki og kínverskt, með kínverska tækni, til þess að fá þetta verkefni í gang. Þeir fengu engan af bresku orkufyrirtækjunum, og evrópsku orkufyrirtækin fór ekki í gegnum nema með Kínverjum, og þetta verða fjármagnaði Kínverjum. Þannig að Bretar eru að samþykkja það að Kínverjar byggi kjarnorkuver í Bretlandi. Þið getið ímyndað hversu umdeilt þetta mál er. Þessi verð sem komur fram í sumar, það er rétt að benda á það að þessi verð eru umtalsvert hærri heldur bæði Landsvirkjun og Hagfræðistofnun hefur notað í sínum útreikningum. Og sem er mjög mikilvægt að hafa í huga þegar mann horfa þær tölur sem hafa birst. Þær tölur byggðust flestra á því að þessir orkugjafar myndu fara niður í 100 pund eða $160, þá horfum við mest á offshore vind, en offshore vindurinn er mun hærri. Hvar eru við? Hvað eru við að reyna að selja okkur orku á? Verðlista verð Landsvirkjunar í dag eru $43. Þetta er ein af stóru ástæðunum fyrir því að við teljum rétt að skoða þetta verkefni af fullri alvöru. Hvaða verður í boði fyrir Landsvirkjun eða íslensku orkuiðnaðinn, við vitum það ekki. Það er bara, við erum bjartsýn að við fáum gott verð, og ástæðan er svo, megin ástæðan er svo, að við erum að bjóða miklu betri vöru en allir þessir aðilar. Þessir aðilar sem koma þarna fyrst inn, að þeir eru að bjóða ótrygga orku, frá flestum biomass er undantekningin, en vindmyllur og sól og er ótrygg orka. Biomass og kjarnorka er grunnorka, en það sem Bretum vantar er stýranleg orka. Þess að jafna út sveiflur, það eru gríðarlega sveiflur í notkun, og þeir munu fara mikið í offshore vind, þá vantar inn stýranleg orkuna. Þannig að möguleikar okkar að fá gott verð eru svo sannarlega til staðar, en við vitum ekki verðið. Hvað þarf að skoða? Nokkur aðrir kannski ítrekka sem við komið fram hjá okkur áður er það að Landsvirkjun mun aldrei eiga þennan streng ef að farið í það myndi aldrei vera okkar hlutverk, og það er að öllum líkindum mundu erlendir fjárfestar taka langstærsta hlutan af áhættunni, og þyrfti að gera það. En við teljum að það þurfi núna að leggja til að meta ítarlega arðsemina, þjóðhagsleg áhrif og umhverfisáhrif. Það er þegar búið að gera ákveðna hluti, það er að fara mun dýpra í það. En það sem við samt leggjum mesta áherslu á og teljum að mest óvissa sem tengd verkefninu er áhættan í verkefninu. Það eru stórir áhættuþættir í verkefninu sem er ekki búið að ná utanum. Það eru þá 3 stærstu áhættunar, eru framkvæmdar áhættan að byggja strenginn, önnur stór áhætta er að reka strenginn, og þriðja stóra áhættan er markaðan, sem að vísu er hægt að offloada með svona samningar sem ég var að lýsa áðan.
En þessar einstöku áhættur að mínu mati of stórar fyrir íslensk fyrirtæki og framkvæmdar áhættar svona verkefni hentar til dæmis alls ekki lífeyrissjóðum, ekki íslensku lífeyrissjóðum með öðrum lífeyrissjóðum. Eru aðrir tilbúin að taka þessa áhættur? Við teljum það mögulegt og þá horfum við náttúrulega til breskra stjórnvalda, en það þarf að láta reyna á það. Við leggjum mikla áherslu á að það þarf að ræða þetta mál faglega og það á ekki að ráðast í þetta verkefni nema það náist breið sátt. Og ég fekk fyrstu spurningun úr sal frá ráðherra það hvernig gengur með breiðu sáttuna. Það er ljóst að við höfum meira en 10 ár, þá hefur Landsvirkjun reglulega kannað viðhorf til fyrirtækisins og viðhorf til ýmissa mála sem að við vinnum að. Við erum bara, með þessu erum við að hlusta, alveg eins og við mætum á svona fundi og mætum á borgarafundi, þá reynum við að hlusta, hvað það sem er að brjótast í fólki, erum við að skilja fólk rétt, erum við ekki að ná til fólks. Og eins og könnun var núna og þá bætum við oft við spurningum og við bættum við spurningum núna sæstrenginn og munum fylgjast með því á næstu missurum. Við höfðum ekki í huga að birta þá spurningum en sjálfsögðu svör við ráðherranum en þetta er meira fyrir okkur innan hús en niðurstöðunar það að þetta að sjálfsögðu umdeilt mál og verður það örugglega með að við erum að kanna það. En svara við spurningunum sem lykilspurningin núna fólk fylgjandi því að skoða þetta mál og hinn spurningin telur fólk að þetta hafi jákvæð áhrif á efnahagslega og þjóðfélagið að þar sterkur meirihluti. Sem varðandi að skoða, þetta 60% sem eru fylgjandi því, síðan eru 10% sem hafa ekki skoðun á því og 30% sem eru mótið því að þetta sé skoðað. Hlutföllin varðandi þjóðhagslegu áhrifin eru svona svipuð. Þannig að yfirgnæfandi meirihluti sem betur fer, en þetta bara skoðun, fylgjandi því að þetta verkefni sé skoðað. Það nefnilega bara það að skoða þetta hefur mjög jákvæð áhrif og skapar raun og veru mikil verðmæti og að þeirri einföldu ástæðu að samningsstaða og hvaða möguleika við höfum almennt að fá jákvæða niðurstöðu samningum ræðst fyrst og fremst af valkostum. Hvaða aðra valkosti höfum við, hvaða aðra valkosti telur mótaðilega við höfum, þannig að það hjálpar okkur mjög í samningaviðræðum að hafa ennan valkost. Það augljóst þegar við erum að tala endursamninga við núverandi viðskiptavini sem eru margir núna akkurat að gerast og hafa verið að gerast og þetta hefur haft gríðarleg áhrif, jákvæð áhrif fjárhagsleg og svo hjálpar þetta okkur líka að ýta á fyrirtæki að taka ákvörðun. Því að þetta síðasti staðurinn í Evrópu sem hægt að fá langtíma ódýra samninga á raforku og menn vilja loka þeim samningum áður heldur en svona ákvörðun tekin. Þetta styrkir líka aðgengi að upprunaábyrgðum og hækkar verðin á þeim og síðan styrkir þetta bara alþjóðlegt vægi okkar, áhuga framtíðar sín þjóðfélagsins og lánsæfi og annað þess að ef svona verkefni í skoðun. Þannig að bara það að skoða þetta skapar miklu meiri verðmæti heldur við erum nokkuð tímann eyða í undirbúningsfasann. Og það hefur þegar skapað miklu meiri verðmæti heldur við myndum eyða í allan undirbúningsfasann. En að vissulega getum við líka stoppað núna. En hvað eru aðrir að gera? Ég sagði á að ástæðan fyrir að við erum að gera þetta það að mjög margar þjóðir að gera þetta. Og við horfum mikið til Norðmannanna, þessi umræða hjá okkur svona 10-15 árum og eftir umræðan í Noregi og við erum að fara í getur nákvæmlega sömu umræða, nákvæmlega sömu sjónarmið atvinnusköpun og áhrif á raforku og þess þar. En Norðmenn ákvaða stíga skrefið. Þeir eru með náttúrulega mikla tengingar við Svíþjóð, svo eru með 3 strengi til Danmerkur og einn það lengsta til Hollands. Og þeirra niðurstaða það að þetta hefur mjög jákvæð áhrif og eru núna búin að setja í mjög djarfa áætlun með núna 3 strengi til viðbótar, þess að 4. strengur Danmerkur, streng til Bretlands og streng til Þýskalands og svo vitum við af 2-3 lengri strengjum líka sem eru líka að skoða. Þeir eru að horfa á sama og við teljum að við höfum, það að vera grænt batteri í Evrópu, vera sveiflujafnari á raforkumörkuðunum. En það er líka aðeins að benda á að það eru líka sýndir þarna strengi til Írlands. En Írar eru raun og veru að gera nákvæmlega sama og okkur langar til að skoða. Það að semja við Breta að framleiða endurnýjanlega orku í Írlandi og að Bretar gerir svona samninga við þá
tryggt raforkuverð inn á breska markaðinn og það sem þeir eru að horfa í Írlandi eins langsótt að fólki finnst það, þá það svolítið vindorka sem verður byggð upp á Írlandi. Og þessi verkefni eru komið mjög langt, þau munu öllum líkindum klárast á þessu ári. Við fylgjumst mjög grannt með þeim, það er verið að leysa mikið að lagaflækjum og annað sem að myndu koma hjá okkur. En það er athyglisvert að þarna eru menn bæðir sem taka vindorku og sæstreng og seljabrinn. Ástæðan fyrir að menn gerir þetta ekki í Bretlandi er að menn fá þarna orku sem er úr fasa við vindin í Bretlandi. Vindurinn í Skotlandi blæs ekki á sama tíma á Írlandi, þannig að það fer vel saman inn í breska orkukerfið, en að sjálfsögðu höfum við miklu betri valkost heldur en þessir aðilar. Normenn segja, eða sem sá aðli sem stýrir Landsvirkjun Normanna, Kristján Rönninge, forstjóri Statkraft, hann hefur sagt það á fundum í Noregi að hann telji að endurnýjanlega raforkan með þessari stefnu muni hafa jafnmikil áhrif á efnahagslífi í Noregi og olíu og gas. Okkar skoðun er svo að við höfum sömu tækifæri Normenn. Við höfum hins vegar mun meiri orku per íbúa. Þannig að efnahagslegu áhrifin geta örugglega orðið sambærileg og Normenn telja að þeir geti haft þó að við séum áratugum og eftir þeim. En hver eru áhrifin á lífskjöruna? Það hlýtur náttúrulega alltaf að snúast það. Hver eru langtíma áhrifin á lífskjöruna á Íslandi? Hvað skiptir það máli hvað við fáum fyrir raforkuna? Og það skiptir svo sannarlega máli, bæði að því að við erum fá og að því við eigum þessa miklu orku. Og í þessari myndu við reynt að draga upp svona ákveðna samsvörun við norsku olíusjóðin, sem sýnd að þessi rauða línan, áhrifin á norska hagkerfið. Og við hefum sett þetta sem á X-ásinn, sem hagnað á megavastund, þegar við erum búin að greiða allan rekstrakostnað og fjármagnskostnað virkjanna og eins var orkumagnið á í-ásnum. Og þá sýnum við það að ef að við náum að auka verðið okkar, eða þessi fáum fyrir orkuna, svona $25, að þá erum við að nálgast það að hafa sambærileg áhrif og norski olíusjóðurinn. Það er auðvelt að reikna þetta, ég veit að það eru margir verkfræðingar hérna í salnum, en $30 sem rúma 30 teravattstundir eru cirka 100 milljarðar ári. Það er að setja þetta í svona 2 svona byggingar ári eða 1 landspítal ári eða hvernig sem viljum mæla þetta. En þetta er allavega gríðarlegar upphæðir og þetta styður það að það er þess vert að skoða tækifæri sem við höfum. Bara að lokum að þá bara þess að summeraðu sem við hefum verið að fjalla að öll þau tækifæri sem við erum að tala byggja á grunninum. Byggja á því að við byggðum upp þessar virkjanir, hennar viðskiptamannahóp, flutningskerfið. Það eru breyttar aðstæður á mörkuðunum sem að skapa nýtt tækifæri sem voru ekki áður. Orkan okkur orðið verðmætari. Við erum að reyna að móta stefnuna að þessu nýju tækifærum og sjálfsögðu innan þess lagaramma og þess samkeppnisumhverfi sem fyrirtækin er skapað. Okkar megin áhersla á orkufrekan innað, þrátt fyrir að ég í dag hafi talað miklu meira sæstrengin, að þá erum við að leggja alla áherslu á innaðinn. Innaðar umræðan bara hendar ekki fyrir svona fundi, bara því að það er hvorki hagsmunir okkar nýja fyrirtækinu sem Björgun kom inn á. Við teljum áhugavert að skoða sæstrengin og að skapa hana valkost. Það er enn mörgum spurningum ósvarað og niðurstaðan gæti alveg verið að þetta væri mikil áhætta fyrir okkur og aðrir var ekki tilbúin að taka áhættuna. En við þurfum bara að hafa það í huga í öllu þessu umræðu að arðsemi orkuvísunar, hún getur haft gríðarlega, hefur áhrif og getur haft gríðarlega mikil áhrif á lífskjör okkar Íslendinga. Takk fyrir. Kæra þakkir Hörður, þá hafa Hörður, Ragna og Björgvin lokið málu sínu og meiningin svo að hér tækjum við umræður og spurningar og svör og hann Gísli Marteinn Baldursson, dagskrárgerðarmaður, ætlar að stjórna þeim þætti. Ég minni líka á það að við erum að sýna af þessum fundi í beinni útsendingu á landsvirkjun.is eins og við höfum gert á fyrri haust- og ársfundum okkar. Það er í beinu streymi og á vísi.is og ég var að fá þar upplýsingar að það eru 450 manns að horfa á fundin í gegnum beina útsendingu sem er líka met af þessum fundum. Við þökkum ykkur fyrir það og þeir sem eru þar getið komið upplýsingum til hans Gísla í gegnum Twitter og skrifa kassi 11 haustfundur og Gísli mun fylgjast með því.
En við lúkum fundinum eftir og að loknum fundi þá minni ykkur á það að þá verður boðið upp á kaffi hérna fyrir framann salinn í Silfurbergi fyrir þau ykkar sem vilja spjallast. En ég gef þá bara Gísli Marteinn. The show is yours. Takk fyrir. Við ætlum að hafa þann háttinn á að ég mun labba hérna salinn, þannig ég verð einhvers staðar nálægt ykkur ef að þið réttið upp hönd og biðið mig að spyrja spurningar og þá kem ég með mikrofónin og rétti ykkur hann og þið standið upp og segið til ykkar og spyrjið þetta góða fólk hér í panelinum að því sem ykkur liggur á hjarta. Meðan ég kem mér út í sal þá ætla ég kannski að spyrja fyrstu spurningar sem að í rauninni kom fram í máli ráðherra þar sem að við á fréttamannaborðinu sáum strax að þetta væri aðalega fréttapunkturinn þar sem hún sagði orðrétt að hún væri orðin afar óþreyjufull eftir því að sjá verkefni verða að veruleika. Og ég spyr ykkur bara, eru þið flöskuhálsinn? Er hún óþreyjufull af því að þið eruð ekki að delivera eða hver er ástæðan? Af hverju er ráðherra óþreyjufull og hverjum er það að kenna? Gjörðu svo vel, Hörður. Ég fyrstulega þá skil ég bara mjög vel að ráðherrann sé óþreyjufull. Ég heldur séum öll óþreyjufull. Íslendingar eru óþreyjufullir að eðlisfari. En eins og kom fram, kannski í orkuiðnaðinum þá taka ákvarðanir langa tíma. Þetta eru flóknar ákvarðanir sem við höfum séð bara í sögunni. Þessar ákvarðanir fjárfestingar eru eingöngu teknar þegar þörf er fyrir aukna afkastagetu. Það byggir til þess engin verksmiðju vegna þess að það er ódýrt að byggja verksmiðjunni eða rekstrarkostnaður er lágur. Það er eingöngu þegar aðilar meta það að þörf sé fyrir aukna afkastagetu. Eins og kom fram hjá Björgvin, þá hefur enginn sem hefur verið viðræðin við okkur farið og byggt nýja verksmiðju annars staðar, þannig að við höfum ekki misst neinu tækifæri. Þessir aðilar sem hafa ekki stigið skrefið, en við erum fullviss það, eða höfum mikla trú á því að þegar þessir aðilar eru tilbúnir að fara á stað, þá munu þeir leita til okkar. Þó var ekkert óeðlilegt að einhver þeirra færi annað. Við erum ekki það sérstakur staður eigi út í hafi að það er ekki víst að allir vildu koma til okkar. En við vinnum hörðum höndum af því að fá viðskiptavinni og við trúum því að það muni gerast. En vissulega tekur þetta tíma og stundum má segja of langa tíma. Ég skil það vel. En það stendur ekki á okkur, bara svo það komið fram. Takk fyrir það. Áfram með smjörið. Hér er Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga á borði með nokkru hægri slagsíðu. Gjörðu svo vel, Halldór. Já, ég tek eftir því. Já, ég byrja að þakka fyrir þessa rosalega skemmtilegu og góðu framsögur sem að fylla mann ákveðinni bjartsýni. Og það er gott að vera á fundi þar sem er verið að fjalla framtíðina með þetta bjartsýnum hætti. Ég á nú sæti í þessum samráðshópi, samráðsvettvangi sem að Ragnar stýrir og mér finnst það mjög góður vettvangur og ég fór að velta fyrir mér í samhengi við þetta. Nú erum við með rammaáætlun virkjunarkosti, þar er verið að vinna og þar eru ansi margir fulltrúar. Og við vitum auðvitað að það er ágreiningur virkjunarkosti og það hafi fyrir því og er hluti af því sem að ráðherra kom inn á að auðvitað allir svona ágreiningur getur auðvitað tafi fyrir málum. Og þá velti ég fyrir mér að sá ágreiningur hann er ekki eingöngu virkjunarkostina, hann er líka svolítið það hvert rennur arðurinn vegna þess að við höfum upplifað það að það er kannski byggð stífla í einu sveitarfélagi en virkjunarhúsi verður í öðru og arðurinn rennur allur þangað. Og ég velti fyrir mér, er einhver möguleiki hjá okkur, finnst ykkur það góð hugmynd að við búum til einhvers konar samráðsvettvang, sveitarfélaga, stjórnvalda og Landsvirkjunar til þess að reyna að flýta fyrir svona málum. Þannig að slíkur samráðsvettvangur, hann getur þess að vera undir stjórn Rögnu, hún er góð að stýra svona, slíkur samráðsvettvangur getur kannski flýta aðeins fyrir okkur. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir þetta. Já, ég skal alveg taka mér stíð af því. En þetta er mjög mikilvægt málefni sem að þú vekur máls á, Halldór, og þetta hefur okkur verið hugleiki líka vegna þess að við finnum auðvitað fyrir því að þegar að skipting arðsins er ekki alveg eins og hún kannski ætti að vera, þá finnum við fyrir því okkar starfsemi og af hverju segi ég þetta? Jú, það er vegna þess að það skiptir kannski máli hvorum megin línunar stöðvarhúsið er og það getur valdið því að það þarf að finna leið til þess að
semja við sveitarfélög hinum megin línunnar og kannski einhverju nauðsynlega innviði, en það hefur á sér þann blæja, það er bara, það held ég að einhver finnist það vera neitt sérstaklega skemmtilegt að standa í því. Þannig að skipting arðsins vissulega mikilvæg og Norðmenn hafa tekið þar ákveðin skref sem eru mjög áhugaverð og við höfum skoðað og einmitt í samvinnu við samtök orkusveitarfélaga. Þar sem að þeir hafa bara ráðstafað skatttekjum á ákveðin hátt af arðinum, það þarf náttúrulega myndast fyrst arðu sem til skiptana. En ég held að sé til þess vinnandi að skoða þessi mál, en þar aðstæðan aðeins öðruvísi vegna þess að þar eiga sveitarfélögin svo mikið þátt eða þau eiga svo mikið af orkuvinnslunni á móti þess að hér á ríkið stóran hluta. Þannig að það er dálítið við hið opinbera, þar að segja við ríkið að eiga ríkissjóð, að eiga þetta samtal, en við höfum verið mjög tilbúin að taka þátt í því. Takk fyrir það, Ragna. Og takk fyrir að halda svörunum svona stuttum. Ég sé að það er töluvert af spurningum og það eru 2 hér af þessu borði. Ég ætla að byrja hérna með gera svo vel. Já, góðan daginn. Kristinn heiti ég, Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæ og jafnframt formaður samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum. Ég vil byrja á því að þakka ykkur kærlega fyrir þennan fund til í dag. Afar áhugavert fyrir okkur að fá að fylgjast með því sem þeir að segja og afar gaman að hlusta á það. En það sem ég hef áhyggjur af, og hafði svolítið gaman að því ég heyrði í viðtal við Rögnu daginn og svo las ég í blöðunum viðtal við ágætan forstjóra sem kom hérna sem mér að selja gosdrykki, að þegar við erum að tala stefnu Landsvirkjunar þá finnst mér vanta það sem að Ragnar sagði að öll fyrirtæki að hafa, það er þessi samfélagslega ábyrgð. Hver er hún? Það er alltaf að tala hagnaðinn og ég sem íhaldsmaður náttúrulega vola hrifinn af því orði, en mér finnst að fyrirtækin sem Landsvirkjun eigi líka að hafa samfélagslega ábyrgð. Og það sem ég er að hugsa, nú er ég að hugsa út frá bara mér sem einstakling á búandi á köldu svæði og ég var mjög ánægður að heyra það sem Hörður kom inn á þann að þetta verður með sértækar aðgerðir ef þetta gerðist í sambandi við að við færum að selja orkuna með sæstreng. En okkur grípum við ekki til aðgerða strax í dag þannig að þið sjáuð 5% heimilana er að kaupa þessa raforku almennt. Okkur gerum við ekki eitthvað fyrir heimilin og lækkur raforkun til heimilina, seljum með dýrt til annara, þannig að ég njóti þessum einstaklingur, ég nú horfa bara út frá því, strax, ekki býð eftir 20 ár, 30 ár og annað. Er þetta ekki eitthvað sem að, eins og eitthvað myndi segja, væri svolítið sexy fyrir Landsvirkjun að gera? Því að mér minnir það Friðrik Sófusson getur nú leiðir upp mig, ég sé hann hérna í salnum, ég held að hann hafi gert þetta sem iðnaðarráðherra 1986, þá skyldaði Landsvirkjun til að gefa afslátt á raforku til RARIK og Orkubús Vestfjarða til húshitunar. Svo hitti ég hann held ég þegar hann var forstjóri Landsvirkjunar og hann fannst þetta afleitt hann hafi tekið þessi ákvörðun þá. En þið sjáuð, þá var tekið þessi ákvörðun og þá var fyrirtækið svo með þessa samfélagslega ábyrgð og ég spyr bara, er ekki svolítið sniðugt fyrir Landsvirkjuna því að við sem að búum á köldum svæðum, við munum berjast á móti þessu vegna þess að það sem gerist best fyrir okkur væri að vera ekkert virkjað og ekki dreifikerfi verður byggt upp frekar, þá er ég bara að tala okkur sem einstaklinga. En fyrir okkur sem þjóð er þetta náttúrulega absúrt, þetta er náttúrulega skynsamlegt að byggja upp. En ef orkureikningurinn hækkar alltaf við hverja virkjun og hverja dreifikerfi sem settur upp, þá segjum við náttúrulega nei, því við hugsaum bara eigin masa fyrst og fremst sem einstaklingar, en ef maður hugsa sem þjóðfélagsþegn, þá er það náttúrulega ekki skynsamlegt. En bara enn aftur, takk kærlega fyrir þetta tækifæri að fá að vera með ykkur í dag og ég vona að ég hafi ekki verið mjög leiðilegur. Ég þakka þér kærlega Kristinn fyrir spurninguna. Þetta er bara mjög góða spurningar. Í fyrsta lagi þá erum við í Landsvirkjun mjög meðvituð okkar samfélagslega ábyrgð og hefum einmitt kynnt heildstæða stefnu sem við erum að innleiða þar sem við tökum á öllum þeim þáttum sem við teljum að allir þeirra ábyrgð, eða víðtækri ábyrgð þar sem við höfum í samfélaginu. Og það er svo sannarlega arðsemin bara einn þeirra þátta. Það er líka mikið umhverfismál, samfélagi, þekking og annað sem er kannski ólangt mál að fara út í. Ég er mjög sammála með þér að það þarf að leysa þessi mál með köldu svæðin. Þetta er þó ég sé ekki stjórnmálamaður og get ekki, en það þarf að finna leiðir að því að ljóst að það sem kannski hefur gerst best finnst mér, eitt af því besta sem hefur gerst í orkumálum Íslendinga, að það er hitaveitunar. Það er raun og veru, og er alltaf lítið talað þann árangur sem náðst hefur í hitaveitum og þau miklu áhrif sem það hefur á samfélagið. Og í dag eitthvað 93% heimila eru núna með hitaveitur og njóta alveg gríðarlega ódýra húshitunar. Og þessi heimili, meðan annars mitt heimili, við fáum aðgang að þessari auðlind
án þess að greiða fyrir hana. Og þetta virkar mjög vel að því að næstu því allir fá þetta. En það eru 7% heimilan sem eftir og það þarf að leysa það. Mér finnst mjög áhugavert að horfa það til tæknilausna, til dæmis varmadæla og frekara leitun og jarðhita. En varðandi raforkufyrirtækina þá okkur mjög þröngur stakkur búinn. Friðrik þetta mátti 86, ef þetta var gert 86, að það mátti, en núna út af samkeppnislögunum, þá megum við margt sem við megum ekki. Til að markaðsráðandi fyrirtæki má ekki selja undir kostnaðarverði. Það heitir að misnota markaðsráðandi stöðu og halda aðilum frá markaðnum. En þetta sértækt verkefni. Heimilin eru 5% af markaðnum. Við erum að tala 7% af heimilunum. Á móti segja að þetta má ekki hafa áhrif á stefnuna. Við þurfum að leysa þetta og ég hef mikla samúð með þessu sjónarmiðum. En þetta má hins vegar ekki vera til þess að við förum gegn þjóðarhag. Ég held að það væri mjög slæmt. Takk fyrir að nefna samfélagslega ábyrgð. Já, það önnur spurning hér að sama borði. Ég ætla að láta ykkur taka saman 3 spurningar af því að það eru 2 sem hafa komið í gegnum vefinn hérna. Það í gegnum Twitter, reikning Landsvirkjunar og það annars vegar Arnar Björnsson, sem ég hygg að sé ekki Arnar Björnsson íþróttafréttamaður og það kann þó að vera. Hann spyr, hafa opnast eða eru að opnast ný tækifæri í lághitavirkjunum á Íslandi? Og séra Árni Svanur spyr, að því að hér var, sem sagt, sagði Ragna í sínu erindi að 5% orkuframleiðslunar færi til heimilana og þá spurt koma líka 5% tekna Landsvirkjunar frá heimilum. Og hér síðan 3. spurning, gjör svo vel. Góðan daginn, kæru fundamenn og fundastjóri. Ég komin hérna frá landsbyggðinni, ég ekki neitt í neinum stjórnum. Ég að tala fyrir fólki í landinu, tel ég. Það sem brýst á mér það að koma hérna á nokkuð góðar umræður, einsleitar inn á fundin og inn á þjóðina. Áróðustengdar finnst mér nokkuð, vegna þess að það ekkert rætt neitt neðan bara framtíð þessa fyrirtækis, arður til fyrirtækisins og svo framvegis. Arðurinn greinilega ekki að koma til landsmanna. Vegna þess einfaldlega að það sýndar hérna kúrfur þar sem að flestir notendur, stærstu notendin eru stóriðjur og stórnotendur, en örfá prósent eru þeir sem eru fyrirtæki og almenningur. Gríðarlega hagnar þetta að vera af þessu og það talað umfram orku, svo mikla umfram orku, að þurfa að reyna að selja hana gegnum sæstreng til Bretlands og þá til manna sem að setja okkur hryðjuverkalög og ekki búið að ganga frá þeim. Þannig að ég skrýt að vera rétta þeim kinnina án þess að ganga frá fyrri hótunum þeirra í okkar garð. Þannig að ég að spá í hvers vegna ætti að fara að virkja meira til þess að selja umframorku. Hvar þá þessi umframorka? Ef það virkja meira til að geta selt út gegnum sæstreng. Þetta eitthvað mjög skrítið. Þetta ekki alveg komið þá. Já, en við verðum að gæta meðalhófs, eins og sumir segja, í framgöngu okkar gegn landinu. Ekki virkja meira. Það komið nóg, góður punktur, leggja niður stóriðina og selja þá orkuna alla til Bretlands í gegnum sæstreng. Það væri mjög góður kostur. Takk. Ég skal bara reyna að svara þessum 3 spurningum. Varðandi frá Arnari Bjarnasyni, þá var þetta ný tækifæri lághita. Það eru þekktar tæknir þá gerir ráð fyrir að spyrja lághita til raforkuframleiðslu. Það eru þekktar tæknir í dag til þess að nýta raforku til lághita, undir 200 gráðum í raforkuframleiðslu. Það bara dýrt og dýrt fyrir iðnaðinn í dag. Varðandi hvað stór hluti tekna kemur frá heimilum, ég hef nú ekki nákvæmtölu, það heldur meira 5%, en það hafi dregið mjög saman með orkuverði til heimila og stóriður og þetta birt í ársskýrslunni. Það
Það er raun og veru óeðlilega lítill munur í dag á milli heimila og stóriðja því að stóriðja notar bæði miklu meira magn og miklu jafnara magn. En það er mikilvægt eins og kemur fram í gammarskýrslunni sem ég vitnaði í áðan að þá hefur raforkuverð frá 2008, frá því að efnahagshrunið varð, þá hefur raforkuverð hækkað minna en verðlag og sama með jarðhitann. Svo koma þetta nokkrar spurningar frá gestum í salnum varðandi arðinn. Ég tel að heimilin nú þegar eins og kom fram í ræðu okkar áðan að þá hafa verið heimilin að njóta tvímælalaust ávinnings af raforkuframleiðslunni í mjög ódýr og öruggu raforku. Svo raforku var ekki svona ódýr og ekki svona ódýr ef stóriðjan ekki komið til. Varðandi umframorkuna að þá voru að lýsa því að orkan geti komið meðal annars úr umframorku og hún þess eðlis að hún getur sum árin orðið mjög lítil og því getum við ekki tryggt hana til heimila eða fyrirtækis. Ég er alveg sammála því að geta meðalhófs og það er þess vegna sem við viljum ræða málin á svona fundum. Og ég held að það sé bara mikilvægt að safna, að móta stefnuna skýrt. Vissulega valkostur að virka ekki meir, vissulega valkostur. Við erum búin að virkja nóg fyrir eigin not. En við höfum líka tækifæri sem að allar þjóðir í kringum okkur myndu vilja held ég gefa allar aðrar auðlindir fyrir að eiga. Hvort við nýtum það eða ekki, það er síðan okkar skoðun, en ég fullyrði það að það er ekki margar þjóðir í kringum okkur sem myndu ekki allavega að skoða það mjög alvarlega að nýta þessa frábæru auðlindir. Ljómandi, þetta þá komið þessar 3 spurningar, þá koma 2 hér í einu. Önnur af netinu, þar sem að Snorri Baldursson segir hvað liggur að baki þeirri fullyrðingu harðar að breið sátt geti myndast 10 til 20 það stendur 10-12 sem ég gerir ráð fyrir 7 terawattstundir til viðbótar. Og svo ég komin hér að upplýsingafulltrúa Rio Tinto Alcan á Íslandi og hann heitir Ólafur Teitur Guðnason, gjörðu svo vel. Takk fyrir Gísli og takk fyrir Landsvirkjun fyrir alveg stórfróðlegan og mjög góðan fund. Mér langar að spyrja aðeins hlutverk Landsvirkjunar sem þetta með að hámarka afraksturinn af auðlindinni. Það hvernig við svona nálgumst að verkefni að meta hann. Það staðreynd sem örugglega mjög fáir hérna inni gerir sig grein fyrir sem sú að álverin 3 á Íslandi þau eyða það bil jafnmiklum peningum í að kaupa vörur og þjónustu af íslenskum fyrirtækjum eins og þau eyða í að kaupa rafmagn. Þetta það bil jafn há upphæð. Þessi hlið málsins eitthvað sem ætti að mati Landsvirkjunar að taka tillit til þegar metið hvernig við hámarkum afraksturinn? Og ég skal játa að ég spyr meðal annars vegna þess að í gamma skýrslunni sem var nú vitnað til hérna áðan að þá var algjörlega litið fram hjá þessum þætti og hann sagður óverulegur og þar að leiðandi vanmetinn. Þetta eitthvað sem á að skoða og hver gerir það þá? Áður þið byrja að svara, ég ætla að bæta við hérna einni spurningu til að þessu sama borði, svona til þess að nýta ferðina eins og þess stendur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Guðfinni Jakobsson heiti ég og formaður Sólar á Suðurlandi, samtök sem hafa verið að berjast fyrir verndun neðri hluta Þjórsár og þar með að berjast gegn fyrir ætlunum Landsvirkjanir að reisa þar 3 virkjanir. Ragnheiður talaði stuðning og samstöðu. Ég vil bara upplýsa hana það að það engin stuðningur við þessa framkvæmd, þessa 3 virkjanir og þaðan að síður samstaða í sveitinni þær. Það eru náttúrulega skiptarskoðanir sem gengur en þegar þessar virkjanir voru teknar inn á skipulag þá voru á 300 athugasemdir gegn þeim. Sömuleiðis þegar að rammaáætlun var sett fram þá voru á 300 athugasemdir sem í þá átt að setja þessar virkjanir í biðflokk eða verndarflokk. Og það verður barist áfram fyrir því að neðri hluti Þjórsár fái að renna áfram í friði eins og hann hefur gert hingað til. En ég vil líka taka undir, það hafa komið athugasemdir og andmæli bæði frá Landvernd og Náttúruverndarsamtökum Íslands
varðandi Norðanguveldu veitu og Sól- og Suðurlandi tekur svo sannarlega undir þau mótmæli. Takk fyrir. Takk fyrir, gjörðu svo vel. Varðandi spurningun á Snorra, varðandi breiða sátt, þessar tölur sem við nefnum, það er byggja raun og veru á niðurstöðu fagháborn og rammaáætlun og okkar mati á aðra kosti sem að þar eru. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að það er fólk sem þykir þessi tala há og svo vitum við alveg að það er annar hópur af fólki sem þykir þessi tala lág. En á endanum er það sem stjórnmálamanna og löggjafans að ákveða hver talan er. Var þetta spurningu Ólaf Teits hámarka afraksturinn. Þegar fyrirtæki er sett í viðskiptilegt umhverfi með lögum að þá er raun og veru þá ber því að starfa á þessu forsendum okkar mati. Við erum hins vegar alveg sammála því varðandi svona stefnumótandi ákvarðanir eins og mögulegan sæstreng að þá þarf að horfa á miklu fleiri þætti. Það þarf að horfa á heildarþjóðhagslegu áhrifin og það er búið að gera það aðeins af Hagfræðistofnun en það er heilmikil vinna þar undir og það er náttúrulega það sem að Íslendingar þurfa að horfa til þegar þeir skoða þetta að það eru heildaráhrifin. En það er kannski ekki í hlutverk Landsvirkjunar sem fyrirtækis á samkeppnismarkaði að gera það. Og ég er algjörlega sammála þínum sjónarmiðum það að álverin náttúrulega gera miklu meira heldur en að kaupa raforku og hafa haft í mjög langan tíma mjög jákvæð áhrif á íslenskt atvinnulíf og verið mjög góðir vinnuveitundur hérna í langan tíma. Ragnar, þú myndir taka? Já, ég ætla að þakka fyrir spurningu frá formanni Sól- og Suðurlandi, Guðfinnur, náði ekki föðurnafni, biðst afsökunar á því. Já, það er gott að þú tekur upp þetta atriði og spyrir mig út í það hvað við eigum eiginlega við með stuðningi og samstöðu. Við lítum svo á að það sé undan á almennri sátt skynsamlega nýtingu orkuauðlinda hér á Íslandi og að meiri hluti þjóðarinnar geti sæst á það hvernig það verði gert. Við erum ekki að tala það að allir verði sáttir en að það sé þó breið sátt. Og í þessu sambandi ber að nefna að virkjunarkostir eru vegnir og metnir í rammaáætlun og þar eru þeir flokkaðir. Þannig að það sem við gerum í þessu sambandi er það að leggja fram þau gögn sem við teljum að þurfa að leggja fram. Við leggjum fram þær upplýsingar og gögn sem að við heyrum að vanti og þannig reynum við að hlusta eftir því hvað vantar og hvað það er sem við getum gert betur í þeim efnum. En vitaskuld gerum við okkur grein fyrir því að það geta aldrei orðið allir á eitt sáttir en þá er kannski hægt að fullvissa þig að þú kannski verður rólegri við það að muna eftir því. Við ráðum ekki þessum málum, heldur lútum þarna ferli í rammaáætlun. Takk fyrir það. Ég er komin hérna aftast í salin núna og það eru 2 spurningar hér af þessum 2 borðum hérna aftast og fyrst er það Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem er framkvæmdastjóri Landverndar. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir og þakka ykkur frumvaröldum kærlega fyrir ykkar ágætu erindi. Mér fannst ég nú svona uppleifa eins og hér væri eiginlega raunverulegur undirbúningur fyrir hina miklu iðnvæðingu per excellence á Íslandi og hún hafi verið kynnt. Mér langar svona aðeins að setja nokkrar tölur í samhengi af því sem að þið sögðuð og ef við byrjum á því að skoða svona miða við rammaáætlun og þá umframorku sem að talið er að sé í kerfinu að þá eru svona kannski 1000 megavött í nýtingarflokki rammaáætlunar sem stendur í dag og kannski max 300 sem umframorka. Þetta er þá cirka 1300 megavött. Nú miða við það að við byggjum álver í Helguvík, segjum að það muni á endanum taka allavega 600 megavött, sæstrengurinn minnst okkast í 400 og þeir möguleika sem að Björgvin Skúli nefndi allt upp í 900. Þá erum við komin þarna með svona cirka 1900 sem að eru í deglunni af 1300 sem að mögulegir er í dag. Þetta langaði mig til að benda á vegna þess að Hörður sagðist gjarnan vilja hlusta hér í dag og mér þykir mjög vænt það.
Mér langar líka að benda á það að við þurfum mun meiri samræðu áhrif á náttúru og umhverfi, á ferðaþjónustuna og útivistina, heldur en að hér hefur verið. Og ég lýsi áhyggjum yfir því að Landsvirkjun skuli nú aftur seilast inn í Þjórsárver undir því yfirskinni að hér sé nýja Norðlingaölduveitu að ræða og sérstaklega ger ég athugasemdir meðal annars í ljósi samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækisins að hún sé sett í þann búning sem hún er sett í. Og hvaða búningur er það? Það er sá búningur að nýting á þessu svæði fari vel sama við vernd þess. Sem sagt, það að setja niður Norðlingaölduveitu, sama þó svo það sé einhver önnur útgáfa af henni heldur en nú hefur verið samþykkt, er í fyrsta lagi árás á rammaáætlun sem að hér var verið að segja að ætti að fara eftir, Ragnar var endað að segja því, en kannski alvarlegra að setja fram þennan búning að þetta geti farið saman, að setja þetta lón niður sem að mun eyðileggja víðernin vestan Þjórsár og hafa gríðarleg áhrif á þá fossa eins og Gljúfurleitarfoss og Dyng. Og ég minni bara orð Sigurðar Þórarinssonar jarðfræðings að við þurfum að huga að unaðstundum í íslenskri náttúru jafnt sem kílóvattstundum. Takk. Þetta var skáldlegt í lokin. Hér er komin fyrsta konan sem hefur hvatt sér hljóð sem ég fagnar mjög, gjörðu svo vel. Já, komiði sæl. Þóra Ellen Þórhallsdóttir heiti ég og ég var formaður faghóps 1 í reyndar fyrsta og öðrum áfanga rammaáætlunar og mér langar aðeins til að bæta í þetta sem að kom fram hjá Herði. Þar sem hann talaði 10-20 teravatta viðbót í orkufrekum iðnaði og taldi að það gæti farið saman við niðurstöður rammaáætlunar og þá er ég að tala annan áfanga. Nú er ég ekki alveg með tölurnar og reiðum hendum, en ég sé ekki alveg hvernig þetta getur gengið upp. Stærstu svæðin sem eftir eru í vatnsafli, það er virkjun Jökulsár á Fjöllum og í jarðvarmanum virkjun á Torfajökulssvæðinu. Þetta voru 2 verðmætustu svæðin að mati faghóps 1 í náttúrufari. Þriðja verðmætasta svæði var svo vatnasvið jökulána í Skagafirði og síðan taldi faghópurinn að suður hluti miðhálendisins væri það verðmætur í náttúrufari að hann ætti að friðlýsa. Þannig að ég get ekki séð hvernig hægt er að koma þessu saman. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Við erum aðeins farin að synda upp á náðurvarandi tíman eins og þið kannski vitið, en þið þurfum ekki að örvænta, við ætlum ekki að halda ykkur endalaust. Það eru 3 spurningar til sem ég er með hérna í handraðanum sem við klárum held ég á 10 mínútum og svo er kaffið frammi. Við skulum vera stuttorði í spurningum og svörum. Ég ætla að taka eina spurningu hérna viðbót áður en þið svarið. Takk. Ég heiti Jón Steinar Guðmundsson, er professor í olíuverkfræði í Noregi og datt inn á fundin svona fyrir tilviljun, en það sem ég hef heyrt í dag er mjög fróðlegt. Ég hef heyrt teravatstundir og ég hef heyrt prósentur, en ég hef ekki heyrt hvaða afrakstur hefur Landsvirkjun af þeim fjárfestingum sem hafa verið gert. Er það 1%, 5%, 10% á ári og ég hef heldur ekki heyrt þegar að tala hagnað og fjármál. Fær ríkið einhverja peninga, skattapeninga frá Landsvirkjun og hvað eru þessi peningar stórir og miklir? Takk. Takk kærlega fyrir þetta skemmtilega innlegg frá Noregi og nú gef ég ykkur orðið áður en ég tek síðustu 2 spurningarnar. Já, ég reyni ekki að taka þessi líka spurningar Guðmundur Ingo og Þóru Elena voru kannski samhljóða, þannig kannski svaraði mér í sameiningu. Svo Guðmundur sagði þá talaði hann 1000 megawatt, það eru 8,5 terawattstund að færa það verið þann búning, þannig að það er raun og verið mjög nálægt þessum 10-20 terawattstundum sem við erum að tala En það sem er mjög mikilvægt að hafa í huga, þetta er raun og verið ekki umræða sem menn eiga við Landsvirkjun. Landsvirkjun er orkufyrirtæki og við vöndum okkur við allar okkar framkvæmdir, leggjum fram hugmyndir orkuvinnslu, ef við og svo gera önnur fyrirtæki það líka.
Síðan það að senda ákvörðun stjórnvalda, þannig að Alþingis að ákveða hvað virkjað í gegnum rammaáætlunarferli og önnur ferli, og þetta alveg eðlilegt ferli og við munum að sjálfsögðu aðlaga okkur að því, en ég held að sé mjög mikilvægt eins og að tala heildarmyndina í orkumálum og í sérstaklega ljósi þess að orkuauðlindir okkar eru takmarkaðar. Við þurfum að horfa á hvað erum við að horfa langt fram í tíman, getum horft langt fram í tíman. Þrátt fyrir þetta sé umtalsverð orka fyrir þessa þjóð, þá þetta ekki ótakmörkuð orka. Varðandi Þjórsárverin, þá ég ósammála Guðmundi Inga hans túlkun á niðurstöðu rammaáætlunar. Rammaáætlun sem hafnaði ákveðinni útfærslu, það var sem bara lögð fram ein útfærsla, henni var hafnað og við virðum þá niðurstöðu algjörlega. Síðan það friðlýsingarferli sem í gangi núna, sem við styðjum algjörlega, það ekki full sátt það hvar friðlýsingarmörkin eru dregin og þá alveg algjörlega eðlilegt að ráðherra leiti eftir sjónarmiðum mismunandi aðila sem hann að gera núna og við meðal hans lagt fram okkar sjónarmið. En allar aðrar hugmyndir sem við leggjum fram verða síðan metnar faglega og við gerum okkur alveg fullkomlega grein fyrir því að það ekkert öruggt að við fáum þar samþykktar en rammaáætlun hafnaði ákveðinni tæknilegri útfærslu á þessari stað. Það bara ekki rétt túlkun að virkjunum í efri Þjórsá hafi verið hafnað. Það var aldrei fjallað það í þessari áætlun. Varðandi afraksturinn þá viljum bara beina Jóni Steinari til bara á áskýrslunum okkar. Það gerð mjög greinargóð lýsing á þessu. Landsvirkjun fyrst og fremst að einbeita sér að greiða niður skuldir. Við greiðum hins vegar bæði í ára og fyrra 1,5 milljarð til ríkisins í arð, en fyrirtækið hefur greitt sér á sama tíma niður skuldir upp á 50 milljarða og byggt virkjun fyrir pening út úr rekstri fyrir 25 milljarða. Þannig að fjármunamyndunin úr rekstrinum ágætt, má vissulega vera betri, en það ágætis fjármunamyndun. Ég vísa bara í áskýrsluna varðandi svarið. Takk ykkur fyrir það. Þá eru bara 2 spurningar eftir, áður við förum í kaffið og hér svo fyrir, gjörðu svo vel. Magnús Ingi Óskarsson heiti ég, áhuga maður land og þjóð og náttúru Íslands. Þið myndust á það að stýranleg orka, þar að segja að vatnsorkan gæti breytt ótryggðri orku yfir í grunnorku. Þetta leiðir mann að hugana því hægt að nýta vindorku í mun meiri mæli, fylla upp í með vatnsorkunni og geta þannig afgreitt betri orku samanlagt. Ef að þetta er vindorka hagstæð, hvað kostar hún miðað við það sem hægt var að selja í gegnum sæstreng, hvað kostar hún til að byggja upp hér heima? Því mig grunar að vindorka gæti verið mun betri til þess að ná sáttum náttúru og slíka kosti. Takk fyrir. Og síðari spurningin hér bara rétt við hliðina frá manni sem nýverið skrifaði bók þar sem meðal annars kemur fram ýmislegt hvað sæstrengir geti gert fyrir okkur. Heiðar Már Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og takk kærlega fyrir að halda þennan góða fund. Mér langaði að spyrja út frá því sem Björgvin Skúli sýndi okkur áðan í sambandi við hverjir veri hugsanlegir kaupendur orkunnar. Og Ólafur Teitur kom inn á það áðan, en álverin það bil 75% af kaupendahópnum. Almennt í fyrirtækjarekstri ekki talið líklegt til langtíma ávinnings að hafa svo stóran kaupanda, einn kaupanda, 75%. Ég líka veltaði fyrir mér út frá því sem Björgvin Skúli sýndi að væru hugsanlega nýjar atvinnugreinar sem kæmu inn. Í alþjóðlegu tilliti til markaður sem velur á milli nýrri og eldri greina. Það raun og veru alþjóðlegur raforkumarkaður. Og ef við hugsum þetta svona, frekar en að Landsvirkjun eða hið opinbera sé að velja atvinnugreinar til Íslands, væri ekki nær að tengjast alþjóðlegum markaði þar sem við erum alltaf örugum trygga kaupendur. Og ég segi þetta ekki síst í ljósi þess að umfram framleiðsla á heimsmarkaði á áli margar milljónir tonna í dag og framtíð í framleiðslu þar ekki verið óvissari lengri tíma. Takk. Takk fyrir það. Heiðar, byrju allar Ólafur Teitur að bæta hann inn í? Ólafur bendir á það sé engin umfram framleiðsla af áli í heiminum í dag.
Látum það bara liggja þannig. Gjörðu svo vel. Ég tek ekki fyrir spurningu á Björgvin seinni. Já. Varðandi stýranlega orku, já, það er rétt að það er þessi eiginleiki í vatnsorkunni sem er raun og veru alveg frábær. Við erum að nýta okkur annan hluta með því að safna vatni á sumrin og nýta það á veturnar. Þá er ákveðin stýranleiki sem við erum að nýta á input-hliðinni, en það vatn við nýtum hann mjög takmarkað á hinni hliðinni. Það vindorka er hagkvæmari í uppbyggingu á Íslandi af ýmsum ástæðum, bæði við erum með mjög vindasamt land og góðar vindaðstæður, en ekki hvað síst út af því að við eigum vatnsafli við hliðina, við eigum reiðafl, við eigum afl og þurfum raun og veru fyrir nokkur hundruð megavatt þyrftum við raun og veru ekki að byggja sérstaklega. En hins vegar er það þannig að vindurinn er enda á dýrari, hann er enda á dýrari per megavattstund, þá erum við ekki að taka tillit til óáreiðanleikans, þá er það dýrari bæði heldur en vatnsafl og jarðvarmi, munurinn er orðinn minni, þannig að í okkar huga er vindurinn þriðji kosturinn, okkar fyrsti kostur er alltaf vatnsafl, fyrirsjáanleikin og stýranleikin er þar stóra málið, jarðvarminn er góður, sérstaklega með fjölnýtingunni, og vindurinn er skemmtilegur þriðji kostur, en hann er þriðji kosturinn í okkar huga. Varðandi spurningu Heiðars Más hvort að kaupendahópur Landsvirkjunar séu of einsleitur. Þá er það vissulega þannig að stór og 75% af raforkusölu okkar fer til álvera, það er hárrétt. En það ber hins vegar að hafa í huga hvernig þetta kom til. Landsvirkjun byggðist náttúrulega upp úr engu og það tók langan tíma að byggja upp Landsvirkjun. Þeir aðilar sem voru stærstir, bestir og öflugastir til þess að vinna að þeirra uppbyggingu með okkur voru álfyrirtækin. Og ef við ættum að velja eftir í dag, þá held ég að sé ekki spurning að við myndum aftur velja slíka aðila til liðs við okkur til þess að ná þeirri uppbyggingu sem við erum að koma inn á í dag. En við erum þá í dag komin í þá stöðu að geta hugsanlega valið fleiri og fjölbreyttari iðngreinar heldur við áður höfum kost á. Hvað varðar hvort að Landsvirkjun eigi að taka sér það besta leyfi að velja iðngreinar sem koma til landsins, þá er það þannig að þrátt fyrir að fyrirtæki eins og í Bretlandi séu á alþjóðlegum mörkuðum, þá er samt mjög algengt að þar séu langtíma samningar við orkufrekar iðngreinar og minni hluti af raforku fer beinleinis markað. En hins vegar er þetta þannig að í hlutverki okkar hjá Landsvirkjun í að hámarka afrakstur af auðlindum fyrirtækisins sem við höfum til umræða, að þá leitum við aðeins mörgum valmöguleikum eins og okkur framast er unnt til þess að koma þessum verðmætum í verð. Og þar er sannarlega tilfellið að ef við höfum aðgang að alþjóðlegum og raforkumörkum, þá er það sannarlega valkostur sem getur verið mjög freistandi fyrir okkur að taka á. Til þess að setja þetta síðan tvennt í samhengi, annars vegar áhersluna á álver, eða hversu mikið við seljum af raforku til álvera og valmöguleikana, þá er það þannig að lánshæfismat fyrirtækin hafa bent á þennan veikleika í rekstri Landsvirkjunar og hafa hvatt fyrirtæki til þess að finna fjölbreyttari hóp viðskiptavina, þannig að það er engin tilviljun að þið sjáuð í kynningu Rögnu að það er eitt af því sem við leggjum áherslu á. Og sú staða sem við erum í dag, að eiga þennan möguleika að breikka viðskiptavinahópinn, það hefur þau áhrif að lánshæfismatsfyrirtækin líta bjartari augum til Landsvirkjunar og í kjölfari nýtur þá Landsvirkjun vonandi betri lánskjara þegar það fram í sækir, þannig að bara valmöguleikarnir geta gert rekstur Landsvirkjunar hagkvæmari og með því að lækka vaxtagjöld fyrirtækisins. Ég ætla að rifja upp gamla takta úr pólitíkinu og svíkja loforðið. Það eru 2 spurningar til viðbótar, örstuttar báðar. Örstuttar. Ágúst Valfells, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Svo ég kynni mig eitthvað. Ég er verkfræðingur sem er unnið orkumálum alla mína starfsævi og ég ætla að spurja hvaða fjölgun íbúa á Íslandi Landsvirkjun gerir ráð fyrir, en með núverandi fólksfjölgun mun að tvöfaldast á cirka hálfri öld og það mun þýða meira rafmagn og kannski breytinga á rammaáætlun. Og svo er númer 2 að þegar að jarðvarmi er notaður til rafmagnsframleiðslu eingöngu, þá nýtast bara 15% af orkunni og 85% fara fyrir róða og þá þarf að byggja upp einhvern orkufrekan efnaiðnað til að nýta það varma vel á vera og hvort að gert er ráð fyrir mikilli nýtingu afgangsvarmans fyrir rafmagnsframleiðslu jarðhita. Það er númer 2. Takk fyrir.
Og hin örstuðta spurningin kemur frá Orkuveitu Reykjavíkur, Eiríkur Hjálmarsson, gjörðu svo vel. Jú, takk fyrir frábæran fund og það í framhaldi aðeins af umræðum sem að þessar umræður hér byrjuðu á sem í jöfnun raforkuverðs og þess sem að ráðherrann sagði í sinni ræðu að því að það svona smá pólitík rekstur núningur hérna sem að liggur svona undir og yfir vötnum á þessu fundi sem alveg yndislegt. Ég ætla að vekja athygli á því að það sem að ráðherrann sagði það væri rosalega dýrt að reka rafdreifikerfi út á landi og væri sífellt hagkvæmara að því að menn reka svo marga úr raforkudreifi fyrirtækjunum í Reykjavík og þess vegna ætti að jafna þetta með einhverjum hætti. Það að segja smyrja á bakaran í Reykjavík, Landspítalann og götuljósin hjá Gunnari í Garðabæ, því sem að ríkið vill niðurgreiða út á landi, að þá gæti það verið lykilspurning í þessari sæstrengsumræðu hvernig það ætla að nálgast þessa litlu sneið heimilana. Því að þegar pólitíksvöldin lenda í svona miklu vandræðum með rafdreifinguna ein og sér, þá gætu þeir ratað í talsvert meiri ógangur með rafmagnsverði sem er á samkeppnismarkaði ef þeir vilja fara með puttana inn í það. Þetta svona meira ábending og tiltekin ótti eftir að hafa heyrt í ráðherranum hérna fyrir í dag. Gjörðu svo vel. Má ég kannski svara þessari fyrstu spurningu? Það þannig að Íslendingar búa við ofgnótt raforku og orku almennt og það má mjög auðveldlega að ferra fyrir því rök að Íslendingar bruðli með þær auðlindir í dag og við þurfum ekkert annað en að rifja upp bara að fólk opnar frekar gluggann hjá sér eða þarf að kæla húsið heldur en að lækka í ofnunum og það bara staðreynd að raforkunotkun á svipuðu leveli hér á þessu landi og ef menn þurfi ekki annað en að kíkja til Bretlands, þar hefur verið mikil áhersla á það að minnka raforkunotkun almennings og það hefur náðst ótrúlegur árangur í því. Undanfarið 10 árum hefur til dæmis raforkunotkun í lýsingu í Bretlandi minnkað þriðjung. Þannig að ég ætla að gera athugasemdir við það að fólksfjölgun þýði endilega aukna raforkunýtingu á landinu og enn fremur má ímynda sér að hækkandi raforkuverð, ef það það sem fólk hefur áhyggjur af, leiðir hreinlega til þess að fólk nýti betur þessa auðlind. Það svolítið sem við þurfum að hafa í huga hér á þessu landi. En hörðu, þú mátt kannski halda á. Bara ekki bæta við það. Það spár sem við notum, við spár Orkustofnunar. Við notum, það orkuspá fyrir þróun, við byggjum á henni og það var meðal annars í myndri sem við sýndum þróun til 2030, þá vorum við að nota það. Ég algjörlega sammála Ágústi með fjölnýtinguna, það afskaplega mikilvægt að nýta þetta í fjölmyndum. Við höfum gert það mjög vel í hittavitunum, sko en það náttúrulega sá markaðar búinn. Og fleiri líka hérna, náttúrulega Bláa lóninu og fiskeldi og fleira, en við þurfum að leita leiða, en það er ekki auðvelt, en ég samfara að sé hægt. Ég sammála ekki, ég held að það þarf að varðandi raunur raforku verða köldusváðunum, þetta er mál sem þarf að leysa og gæti trublað umræðuna, en ég minni bara á það að heimilin eru 5% og þetta eru 7% af heimilunum. Við þurfum líka að ná okkur að lyfta okkur upp fyrir umræðuna. Það er alveg sama umræða með garðyrkjubændur. Garðyrkjubændur feikilega mikilvæg grein og vonandi nær að vaxa og dafna. Hún lítið 0,3% af raforkunni. Það þarf að finna leiðir til að tryggja þeim samkeppnishæft raforku og þetta er mjög áhugaverð tækifæri. En það er mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að horfa á stóru myndina. Því að þetta er skemmtilegt tækifæri. Takk fyrir þessi svör og þakka ykkur fyrir spurningarnar sem voru sérstaklega málefnalegar og góðar. Við komum því miður ekki alveg öllu að, hvorki hér úr þessum sal né frá þeim sem eru að horfa heima. Það eru 700 manns að horfa á þetta í beinni útsendingu núna, víða land og víða heim. Þannig að við þökkum þeim líka fyrir að hafa tekið þátt með því að senda inn spurningar og það er rétt að geta þess að þeim spurningum verður svarað af fulltrúum fyrirtækisins. Þannig að umræðan getur haldið áfram þar. En aftur, takk kærlega fyrir spurningarnar og fyrir svörin og þá gef ég Herði loka orðið. Já, ég vil bara taka undir orð Gísla, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og taka svona virkanhátt þátt í umræðunum og svona málefnalegri umræðu. Ég meina allar spurningar voru mjög góðar og mjög skiljanlegar. Það er mikilvægt fyrir okkur sem fyrirtæki að eiga þetta samtal og fá viðbrögð við hugmyndum og líka að hugmyndina séu þróaðar. Við spurðum yfirskrift fundarinn hjá okkur var hver er framtíð
íslenskri orku og ég held að svarið okkar sé að það undir okkur komið. Við höfum svo sannarlega tækifæri og það undir okkur komið og sérstaklega kannski því fólki sem sýnir þessu áhuga, brennandi áhuga eins og þið gerir hér að mæta hérna og eyða eitthvað dýrmæta tími í þetta. Þannig að við þurfum bara að vinna saman að því að finna bjarta framtíð fyrir þessa frábæru auðlind. Takk fyrir.